stórmót ljósleiðarans. Óli, þú ert mættur aftur. Good to be back. Það ekki? Jú, með glæni að tölur frá Leno. Geggjar. Þessu rafar það. Þurfum ekki að ræsa upp Counter-Strike og sjá hvort hann ráði við hana. Spurningin er hversu marga felluna ég í DM á touchpad á meðan leikurinn í gangi. Sko, þetta er mjög steikt sko, út af því að ég var að glósa á þessari. Já. Og ég er yfirleitt hérna sko. Já, já. Og það er eins öðruvísi að fara í hardware frá software eða? Já. Þetta er soft og þetta er hard. Já, en bæði hardware svo sem. Já. En já. Ég held að það sé 40-70 kort í þessu sko. Ég held að ráðalega við sé sko. Aha. Já. Já. Þetta er allavega sko. Þetta er litla unitið sko. Það er þétt í þessu. Já. Ég var að skoða vinur minn er já, mjög sterka vini. Kemur svo sem ekki ávast. Og það var eitt sem að talaði með herrið. Mér vantar einna tölvu til að bara setja upp klæðintuna mína, einkaþjálfari og eitthvað. Hann er smá gamer í sér. Okay. Þannig ég hendi honum beint í Legion tölvu. 40-70. Hann er búinn að ræsa hana nokkru sinnum upp til að spila, ekki CS reyndar, hann er búinn að spila aðra leiki á Steam. Já, hann var að spila Baldur's Gate 3, frábærleikur. Og þetta er bara chef's kiss. Geggjað. Ég hef alveg heyrt góða hluti, sko. Ég held að það sé svona ákveðnir hópar sem eru kannski ekki alveg eins djúpt í gaming heiminum sem komast upp með það að eiga akkurat lappa. Já. Og eitt klikkað í Fortnite-deildinni, þá er eitt keppandi þar sem er búinn að vera svolítið að rústa öllu. Hann spilaði bara heila umferð á fartölu út á Tenerife. Nice. Og vann bara báða leikina. Solid. Sem er svolítið insane. Já. Þannig að ég bara, þú veist, eins og ég segi, það er svolítið síðan að ég skoðaði svona fartölvu, leikjatölvur, en þessi lúkkar alveg, sko. Þeir koma líka, sko, þú getur fengið það með 144 þetta. Já. Þú getur fengið þetta með 144. Ég held að það sé ekki komin 240, sem er náttúrulega Prime CS, en ég spilaði í ábyggilega 6 ára 144 þetta. Já, ég meina við erum með 24 GB minni hérna og við erum með Ryzen 7 prósessor. Við viljum Ryzen. Já, þetta er alveg mullinsvél maður. Já. Við getum bara verið að lana. Þú veist, fólk nennir ekkert að hlusta á okkur lengur maður. Eigum við ekki bara að vera í 1v1 á meðan leikurinn í gangi? Ekki CS, ég þori ekki í CS. Það er bara þannig. Allavega, við eigum leikikvöld og það er af betri taginu. Við horfum alltaf á Vega sigra sem fyrsta leik núna á þriðjudaginn og núna er komið að Kano til að halda uppteknum hætti fyrir þessi lið sem er í ljósdeildinni. Þeir eru að mæta Fylki í kvöld og við þekkjum Fylki og við þekkjum Kano. Fylki er náttúrulega með frábær nöfn eins og kunnugur leikmaður sem er eiginlega ekki þekktur sem leikmaður. Aron Ólafs er á bekknum, skilst mér. Þekkjum hann. Gamla Kempan. Gamla Kempan. Og Gabbi, Sethro, Golli og Jiri sem var í IA lengi vel. Hann er skilst mér komin í Fylki. Held hann sé mér að byrja að mennta sig sem flugmann. Þannig að það er svona, held hann að droppa úr IA út af því einmitt. Sko, mér finnst geggjað að sjá fólk, ef að fólk hverfur úr sinni eða minka við sig eða tekur annað hlutverk eða eitthvað, sem er alltaf geggjað þegar maður heyrir að það er akkurat eitthvað svona að, þú veist, ég er að reyna að vera flugmaður, skilur, þú veist. Cool. Mér finnst það frábært. Tala nú ekki þú veist, nú erum við að fara að missa Þorstein út úr sinni, en það er því að hann er að fá skólastíkt til Bandaríkjana. Það er góðu. Já. Bara miss you bro. Já, bara rooting for you, skilur við, þú veist. Og ég held að við munum sjá meira af þessu þegar að framlíða stundir, sko. Ég er með spurningu út af því að þetta er eitthvað sem þú ættir að kannast mjög vel við. Er þessi háskóla sena e-sports í Bandaríkjunum? Hvernig virkar hún eiginlega? Og þetta er bara algjörlega út úr skrifti, við vorum ekki búin að ræða þetta fyrir það neitt.
Sko, það bara allir gákur á því, en það virkar bara mjög svipað og fótboltinn eða eitthvað annað þarna úti. Það eru komnar deildir sem að flestir af þessum háskólum að keppa í, sama með high schools líka, að keppa í ákveðnum deildum innan fylkjana og svo eru líka national level championships. Þetta mislangt komið eftir leikjum og út af því að náttúrulega e-sports e-sports, þá þetta svolítið svona fraksurt, skilur hver að skipuleggja hvað. En það verið að vinna ná þessu öllu undir hérna NCAA hattinn almennilega og fá einhverja vottanir frá þeim og svona, þannig að þetta alveg á góðu peysi til þess að svona verða bara á pari við aðrar íþróttir á háskólastiginu í Bandaríkjunum. Það e-sport í linkur fyrir þá sem að vilja í chatinu sem hafa áhuga á að kanna hvort að þeir komist erlendis. Það líka ekki, sko, nú ég búin að tala svolítið við gæðina á e-sport það ekkert endilega bara bestu spilararnir sem þeir að leita, líka bara ef þú hefur áhuga á að búa til tölvuleiki eða annað, þá eru þeir líka til taksbúnir. En já, svo eru prógramin sjálf bara eins og hinn íþróttaprógramin. Þú ert bara að æfa, þú gert það fyrir þú haldir ákveðnu GPA eða Grade Point Average meðalengun og þú veist sinni náminu og standið bara svona almennt séð vel en þú ert þarna fyrst og fremst sem íþróttamæður. Og það eru $16 million á ári sem eru gefnir í skólastyrki og bara sumir af pökkunum sem að íslenski spilarar eru búin að fá bara frítt 4 ára háskólanám í Bandaríkjunum, sumum tilfellum kannski með fæð og klæði, sko. Þannig að geggja tækifæri fyrir töluleikaspilara. Ekki það að þetta er skriptað og við ætlum að fara út í þetta en þú veist, en ég bara svona að benda á að það opnast öll þessi tækifæri og þá alveg eðlilegt að við sjáum kannski einhverja spilara færa sig set eða fara yfirgefa sinna. En þá eru við hérna holding down the fort og að hvetja þau áfram og fjarska. Algjörlega og vonandi fáum við bara að sjá okkur frá þessu og Þorsteinn F. Lætur okkur vita. Það eru Instagram áhrifavaldur? Já, væri hella mikið til í þetta. The Iceman. Nei, hann ekki að fara að rýbranda. Thor. hann verður hinn Thor frá Íslandi. Hann og Hafþór Július sem að keppast vörumerki Thor. Já, við erum allavega með hann sem The Mountain. Já. Á meðan Þorsteinn F. þarf hann ekki bara að rýbranda sig sem Þorsteinn F. aftur Gæti verið. En hann ekki að spila í kvöld. Við vorum búin að fara aðeins yfir Fylki, skemmtilega leikmenn þar áður en við fórum aðeins svona á sidetrack. En eins og við töluðum kannski fyrir útsendinguna, flotti leikmenn, up and coming leikmenn, margir að taka fram fyrir manna, suma þekkjum við betur en aðra. En spurning kvöldsins geta þeir mætt með leik á kaliber við Kano? Já, það í rauninni liðið sem ég langar að kalla upp bara fyrst af öllum. Ég langar að sjá Fylki bara koma upp og við sjáum svona hver að spila fyrir Fylki og hér sjáum við það Dun, Setro, Golle, Gabbe og Volkov. Það engin Gíri í liðinu en hann á bekknum. Og sko, ég þekki Dun, ég spila á móti honum. Golle hef spilað á móti honum. Volkov hef spilað með honum. Restina svona þekki ég ekki en þetta aðeins of stór biti held ég að mæta Kano og það eru nöfn sem eru mjög vel þekkt svona innan íslensku senunar og ég væri til að fá það hérna upp, Nonni, Solo, Blikk, Rufflu og Topaz. Það einn stórmeistaratitill þarna í Blikk. Solo búin að fara í úrslit, Topaz var í Dusty, Rufflu svona up and coming svona supportive element í lið sem að var Karri sem að var í 9. sæti í deildinni í fyrra og síðan Nonni sem svona bara virkilega solid fracking in-game lítir. Ég held að þegar þú mætið þessu liði, þetta kannski á blaði þá ertu kannski ekki eitthvað hræddur við nöfnin þarna, náttúrulega að sjálfsögðu reyndar Blikk þarna og hann goddamn terrifying akkurat núna en þú veist þú horfir yfir liðið og bara þetta gæti alveg virkað þetta bara skemmtilegt lið skemmtilegt lið og gaman að sjá Solo þarna aftur langt síðan að ég sé til hans hittir naglan á höfuðið akkurat með Rufflu og Topaz. Við sáum það á Rigg, stóðu þessi frábærlega, átti báðir bara virkilega góða leiki. Við erum núna með Blikk þarna inni, við erum ekki búin að sjá hann á stórmeistaramótinu en það spurning hvernig hann kemur til leiks, bara hafandi farið í gegnum það sem hann búin að vera að vinna í og þar gætur við verið komni með leikmann sem að af því hann að fá tækifæri erlendis og hanga í kannski hringjum á hærra leveli þar getur við séð bara superstjörnu fæðast eitthvað svona dominant force
Þannig að það alltaf þessi X-faktor í því þegar komið með svona stjörnuleikmann þarna inn. Við höfum séð þetta stundum þegar að íslensk lið hafa kannski verið að keppa á móti erlendu liðum, að þá bara einhver leikmaður hinum megin sem bara það yfirburða betri heldur en allir Íslandsmegin, að það bara ekki hægt að stoppa hann og það eitthvað tækifæri sem Blik hefur mögulega núna, eitthvað íslensku senunni með þessi tækifæri erlendi sem hann með. Þannig að það verið mjög áhugavert að fylgjast með honum í þessum leik og þá sérstaklega þegar hann taka móti fylki sem að koma upp úr fyrstu deildinni og reyna að kýla upp yfir sig. En á sama tíma, ef hann skilar veikri frammistöðu hérna, að þá vaknar alltaf spurningar. Þannig að maður hefur alltaf líka þetta jákvætt að vera að keppa í mótum sem skipta minna máli þegar þú ert undir svona mikill pressu. Þú veist, heimfærist pressan og þú byrjar að hugsa, ok, ef ég ekki aðal maðurinn hérna í þessum leik, að þá getur fólki hérna kannski farið að efast mig. Og ef þessar hugsanir fara að laðast að þér og þú byrjar í of miklum hetjustælum eða einstaklingsplayum og skilja þig frá liðinu, það gæti þá alveg opna glufur fyrir fylki til þess að bæði sópa burtu ofur aggressívum besta spilara hérna Kanómein og vera þá allt í einu með yfirtölu inn í lótunar. Ótrúlega skemmtilegu punktur sem við kemur inn á í sambandi við svona að meðhöndla pressun út af því að þetta er fyrsti sensin sem að íslensku spilari færi í mjög langa tíma í íslensku senunni og náttúrulega þarna í svona bara NXT, bara Next liðinu, svona Next Up liðinu hjá Más og þannig séð þá ætti ákveðin pressa að vera á þér en það skiptir rosalega miklu máli hvernig hann meðhöndlar hann og hvernig hann díla við hann og ég myndi alveg ef ég myndi hafa aðgang að einhverju svona sportpsychologist eða eitthvað þannig, þá myndi ég ræða þetta við hann alveg sérstaklega og ætlar að taka þessa ákvörðun að nýta þessi íslensku mót sem bara svona ég ætla að spila með vinum mínum, ég ætla að ná einhverjum árangur hérna en það sem skiptir mestu máli þessi samningur sem ég með við Más en þarna, bara svona hvar hausinn hverju sinni skiptir máli. Þetta er bara erfitt verkefni fyrir fullorðna manneskju. Við skulum ekki gleyma því að Blik er líka ennþá ungur. Hann með allt lífið fyrir fram að sig, endalaust tækifærum, hann stendur á stað sem að mjög fáir hafa staðið á Íslandi áður. Og það getur farið í alls konar áttir og tala nú ekki það fyrir að smita bara inn í leikinn á einhvern hátt, hvort sem það pirringur út í liðsfélagana þína því að þú ert ekki með Más Next-liðið í kringu þig og eitthvað þjálfarastaf og eitthvað annað, pirringur út í leikinn sjálfan af því að þið finnst þetta ekki vera nógu gott eða bara hvað sem það þetta reynir mikið á ungan spilara og það svona skrítið að segja, en ég svolítið að fylgjast með þessu núna í kvöld þegar við erum að fara að sjá þá spila bara hvernig verður hann inn á server. Fyrst skiptis ég sé hann frá þegar hann sænar allavega og þannig að fyrir mér þá þetta stórt test fyrir hann hvernig það ætlar að vera í þessum báðum heimum á sama tíma. Mér finnst rosalega áhugavert í sambandi við líka bara konseptið út af því að senan okkar hefur verið lokuð af í dágóðan tíma. Við erum búin að vera með mjög reynslumikla spilara sem að voru að spila erlendis en það fyrir nokkrum árum síðan. Þú veist, Dusty line-upið með Bjarna og Þorstein og það svona eiginlega senasta line-up sem hefur verið að spila gríðarlega mikið erlendis og voru að reyna að meika það. Fyrir þann tíma voru náttúrulega, þú veist, voru Mokkís og allt það fyrir aftan en þetta fyrsta skipti sem við fáum leikmann sem að æfa taktískt fyrir utan landsteina og að koma með reynslu inn í Ísland. Hvernig við getum nýtt það náttúrulega bara gríðarlega stórt og alveg spurningar sem vakna bara ef þú ert að spila með honum, þú veist hvað það fara að læra á honum, þú veist það fara að pikka eitthvað upp eða eitthvað hannig, en þú veist aftur, þeir ungu leikmaður, kannski hann bara hérna til að fragga. Hver veit og en ég held að við séum allavega sammála það að Kanó stór biti fyrir þetta fylkislið. Það þurfa einhverjir svona hlutir að falla fylkismegin ef þeir ætla að eiga, myndi ég segja, möguleika á að taka þessa seríu hérna. Mögulega þetta væri bara best of one, skilurðu, að það gæti komið eitthvað upset eða það kemur eitthvað kalt start hérna frá Kanó eða annað, en yfir best of 3 seríu það væri mjög erfitt að sjá hvernig fylki lappar í burtu með sigurinn hérna og það þá líka þá svolítið á þeim að fá eins mikið og mögulegt út úr þessum leik og það svona hlutur sem að mér hefur stundum fundist vanta í íslensku senuna þegar það kemur að taka þátt í mótum að fólk tekur þátt í mótum einhvern veginn bara til þess að spila leikina og vinna en ekki til þess að tapa leikjunum og læra.
af því að það ótrúlega mikið af lærdóm sem það getur tekið úr hverju einasta móti eða hverjum einasta keppnisleik, en það sársaukafullt prósess að finna þennan lærdóm, skilur við. Segjum sem svo bara í einhverjum draumaheimi að Fylkir labba inn í þennan leik og þeim bara slátrað 2-0. Þá viltu helst bara gleyma þessum leikjum. Nei, þetta búið, þetta var betra lið, við bara töpum, punktur. Hvað ætli sé cut-offið á það, að út af því að ég upplifði þetta sjálfur, náttúrulega verandi keppnismæður, þú líka sjálfsögðu, og ég sjálfur að spila í deildinni. Það eru sum töp sem ég tek verra en önnur og það snýst eiginlega ekki hverjum ég að spila á móti, heldur hvernig ég tapaði. Já. Ef ég tapa, ég tapaði ekki, ég tapaði 13-11, geðveikt klós og skemmtilegur leikur. Ég til að horfa á hann aftur, síðan unnum við 1 og síðan töpuðu og okkur var rústað. Ég ekki fara að horfa á senasta leikin. Nei, en það held ég bara mistök, skilur við, ef þú vilt virkilega bæta þig. Af því að ef þér rústað... Ég bara að fara að banna núk, sko. Já, ég meina, að þá varst að gera einhver fundamental mistök, skilur við. Og það er svo mikið að læra fyrir þessi lið sem taka þetta í smóta ekkur núna, að horfa á verstu töpin sín og vera bara, og leyfa sjálfur sér að vera bara, vá hvað ég var að taka heimskulegt move þarna. Og það ekki nema fyrir en þú horfir á þessi replays, að sem þú fattar kannski að tímasetningin á að kíkja rauða á miðjunni á einsend sem að þú varst pikkaður 5 sinnum í þessum leik og setti liðið þitt instant í undirtölu, bara lélegt pík, skilur við, það alltaf betra fyrir þig að bíða í 1 sekúndu áður en þú svingar eða að stöffa fyrst eða hvað það og þú finnur ekki út þennan sannleika nema þú getur hort á þetta frá báðum hliðum. Þannig að ég vona það að þessi lið, sérstaklega núna komandi inn í vormóti, þar sem að það meira svona crossover á milli deilda heldur en kannski hefur verið. Þetta ekki bara ljósleiðardeildin að spila á móti ljósleiðardeildinni og neðri deildir að spila á móti neðri deildum, heldur erum við með fyrstu deildarlið sem að fara að berjast upp fyrir sig, við erum með fleiri lið sem að fara að berjast upp fyrir sig. Þetta ástæðan fyrir því að þið ættuð að vera að taka þátt í þessu móti. Þetta ástæðan, þetta það sem þið ættuð að leggja upp með að ætla að fá út úr mótinu. Af því að ef allir komin í þetta mót og segja, hei, ég verð ánægður bara með sigur, að þá eru allir nema 1 lið að setja sig upp fyrir vonbrigði. Já. Það er nákvæmlega þannig. Spurning hvort að við eigum vídeóið tilbúið og til að sýna út af því að það alveg áhugavert að sjá hvort að við fáum til dæmis eitthvað af þessum frag-heavy möppum sem að spila dálítið inn í spilastílinn hjá Kano því að við vitum að til dæmis Solo, Blikk og Nonni þeir vilja komast dálítið í aksjóni frekar snemma og Fylkir banna Inferno. Inferno, eitt af þessum möppum sem bara ef þú ert verri á Inferno, þá það bara shutout. Já. Það bara, ef þú ert ekki með einhver set plays það hvernig þú ætlar að opna miðjuna, hvernig þú ætlar að ná bananum, þú ætlar að æfa eitthvað stöf, að þá bara skil ég ekki af hverju þú myndir einhver tíman ekki banna Inferno. Já. Mér finnst þetta að vera mest hamlandi mapp í púlinu og meikar fullkominn sens fyrir Fylki að segja bara, hei, ef þeir eru ekki að fara viljandi að pikka það fyrst, að þá bara, Já, og spurning hvað Kano að fara að banna hér, því að ef ég væri Kano þá ég með 1 permabann og það spurning hvað það ég væri til í að sjá Train, Dust 2 bannað, kemur þetta aldrei óvart að Dust sé bannað? Já, maður myndi halda, að þeim hlýtur að líða alveg ágætlega að fara á Dust 2 en þetta þá bara, þeir eru bara að segja okkur þarna Dust 2 minnst uppáhalds fragmappið okkar, skilur við. Ég held að þið vilji þá frekar þá væntanlega að fá eitthvað eins og, Nuke, Ancient, Train eða Mirage. Vá, hvað væri til Train? Ég væri svo til Train. Já. En gætir... Anubis, valið frá Fylki. Já, þetta bold choice. Bold choice, my friend. It's a bold strategy, Cotton. Let's see if it pays off. Dust 2, ég held að sé í rauninni bróti því að hann ekki vappi. Já. Þannig að það gæti alveg verið þannig. Nuke pikkað af Kano, Solo elskar Nuke Blikk, elskar Nuke Topaz, hann spila Nuke líka, þetta Nuke setup hérna í þessu liði, þannig að þetta verður mjög skemmtilegt að horfa á. Ég held að það verði hlaupið og við séum að fara að fá hratt Nuke map. Já, eitthvað segir mig það. Nuke map. Banna Mirage, Fylkismenn. Eftir sitja Ancient og Train. En þetta nefnilega máli, make sense, bæði Inferno og Mirage, skilur við, ef þú ert að queue að face it og þú farið einhverja 10 í liðið á móti og þú ert kannski svona level 8 típan,
bannar Mirage. Þú vilt ekki fara á móti, ef þú skoðar statana, þá allir þessar feististjörnur með sko 60% af leikjunum sínum í Mirage. Já. Það bara, blind bann, fínt að drulla Mirage þarna út nema það sé pick hjá þér, sko. Kano banna train og þriðja mappið ef við þurfum það Ancient. Flott púl. Já, gætu við séð eitthvað svona þegar ég hugsa Blikk þá var ein staða sérstaklega á mappinu sem að eða ról í liði sem ég hugsa sérstaklega og það þessi entry fragger og við erum náttúrulega búin að sjá einn klikkaðan entry fragger upp á síðkastið nú senasta ár og hann heitir Donk. Já. Líkingin, þú veist þegar við vorum að horfa á Atlantic e-sports á síðan tíma svona líking Donk við Blikk eitthvað þarna? Þú veist, þeir eru báðir entry-fraggarar, þeir eru góðir rifflar báðir ungir hafa örugglega spilað töluvert saman eða á móti einhverjum öðrum á Faceit þetta svona, ég fór svona að velta þessu fyrir mér daginn ég er ekki að segja að Donk og Blikk séu sami maðurinn en ég hef aldrei séð á sama tíma aldrei séð það í sama herbyggja á sama tíma nei, sko, ég held að það sé alveg tækifæri fyrir Blikk að vera á sama stað eftir Donk og Donk eftir 2-3 ár, skilur við Já. ef hann heldur upp þennum hætti og þannig erum við aftur komni með til þess að það gerist samt og þarf einstaklingurinn sjálfur að átta sig á því að það er tækifæri sem stendur fyrir framan hann og hann þarf að fara á eftir því að fullu, skilur við þannig að það er áhugavert Er hann kannski bara, þú veist, þetta er meira svona að tala bara hlutverkið í leiknum í rauninni, þessi viðstölu, þessi entry-fragger út af því að þegar ég horfi inn á þetta lið hérna, maður sjá, það er engin vappið þarna, þannig að Nonni þarf að vera chopper. Þú vilt úrlinga í entry-hluturkínu, af því að úrlingsheilin trúir því ekki að neitt slæmt geti gerst fyrir þig og undirmetur alltaf áhættu. Já. Þannig að ef þú ætlar að reyna að setja eitthvað 30 í entry-hluturkið þitt, að þá færðu svona sko pappa eða mömmu rökhugsunina sko fórnarkostnað og þess þar. En ef þú ert með eitthvað sem er 16 ára, að þá er hann bara eins og hann sé að sitja stund í bíl í fyrsta skipti og er bara, ég er ekki að fara að lenda í bílsleysi, ég ætla að keyra á 160, þú veist. Ég ætla að klíra þetta angul, en þú ert með deglu. Ég veit það, en ég er bara að fara að maffa þennan gaur og síðan svingaði upp á A-sætið, maff, 2. Já, og það skiptir ekki máli hvort það gengur eða ekki, að því að hlutverkið þitt er að taka fókusin á þig, þannig að ef þú skilar einu fraggi, að þá ertu bara, þú veist, en hitliðið hinum megin er bara, hvaða ruglaði einstaklingur er þetta sem bara straujaði út að hérna, skilur? Dýrka þetta er skemmtilegt. Þannig að þú vilt vera með úlingana í entry-hlutverkinu. Já. Í Donk til dæmis, bara hann náttúrulega koma inn í CS2 og hann er að nýta sér breytingarnar frá CSGO yfir CS2 rosalega vel, skilur við, bara hefur spilað beint upp í hendina á honum. En ég get alveg lofa þér því að þegar hann fer og entryar, að þá er hann með full úlingaheila. Hann er bara, ég ætla að fara svinga hérna út og maffa bara 5 gæja og ég bara vinn rándið og þetta er bara geggjað. Svo kannski næra 2 eða eitthvað og það er allir bara, wow, oh my god. Og svo þegar þú horfir á þetta aftur, þá fattar þau bara, hitliðið, þeir voru ekkert að búast við því að þurfa að miða, þú veist, hingað inn á sætin til þess að díla við gæjan. Þeir byggust bara við honum hérna. En af því að hann var bara, í mínum huga, þá er ég aldrei að fara að tapa þessu. Að þetta sjálfstrust, sérstaklega með bara swingers advantage eða peakers advantage hérna í CS2, það bara fer með því svo langt. Og þess vegna aftur, Blikk í þessari serju, búin að vera að æfa hérna með Mouse Next fara á móti fyrstu deildaliði, er sjálfstrustið að vera bara í blúsandi botni og hann bara er að fara Tokyo drifta hérna öll hotn og skjóta alla í hausinn. Það spurði hvort að útsendingarstjóri gæti preppað þarna Tokyo Drift lægið þegar hann er að fara að svinga í Anubis hann kemur niður stigan og bara svingar slætar upp að tenginu eða turbo eins og maður kallar það Já, þú veist hvað ég segja when you're drifting, if you ain't out of control you ain't in control Það er rétt Þetta er besta Fast and Furious myndin sko. Ég sammála ekki í alvöru en sko að því að hún meikar svo engan sens ekki neitt Þú ert með bara Fast and Furious, Too Fast, Too Furious svo bara allt í einu kemur einhver nýr gæi í Japan Það er bara, þetta er uppáhalds premissið af myndinni minni
þetta bara upp á svona fantasíu heimur í Fast and the Furious franchise-inu. Það sem að það bara eitthvað viðurkennt af Yakuza-mafíunni að setla eitthvað bíf með því að drifta. Já. Þetta bara það besta í heiminum, Tommy. Já, ég veit það og líka bara þarna, hvað sagði hann aftur? You know what DK stands for? Já. Donkey Kong. Donkey Kong. Þetta það besta sem ég hótt á. Sko. Síðan opnast lyftuhurðin og það bara bíll á hlið, bara Sko, ef þið ekki búin að horfa á Fast and the Furious Tokyo Drift, gerið ykkur greiða og horfið á hann í kvöld. Það getur verið í sopni. Það er valentínusdagurinn á morgun, það er spurning hvort að kveikjum á henni með okkar heitt elskuð og bara svona, þú nuttar bara axlir. Horfðu bara, njóttu bara. Já, njóttu. Spurning, hvað er leikurinn? Af hverju erum við ekki komin inn? Það er 4 mínútur í leik. 4 mínútur í leik? Já. Við byrjum 19:30. Ok. Þeir eru alltaf að láta okkur bulla svo mikið, Tommy. Já. Þeir eru svo skemmtilegir setti, sko. Það er enda satt. Ég held að það sé svo sem ekkert meira sem við getum leikreint sko, án þess að vera bara að... Leikreint? Við vorum komin út í Tokyo Drift, viðlíkingar, samlíkingar á Donk og Blikk. Það er spurning, sko, ég ætla... Donk og Blikk, það er bara einn sérhljóði í báðum. Donk, Blikk. Já, Donk, Blikk. Já, það er klappið, það ekki? Já, einmitt. Pældi því, coincidence? I think not. L-I-C-K D-O-N-K munar samt einum staf. En það er D, þegar þú ert fraggaður af Donk, þá er það Donkt. Já. Þannig að Donk. Ætli hann hafi valið sér nikkið. Mér vantar gatt og svona korktöflu. Svona að setja, í til í það. Býtu, það er þarna Always Sunny, eða ekki? Jú, meðal annars. Já. Ég hef ekki hort á þá seríu. Geggjuserja. Er það? Já. Þú ert alveg að detta inn í hana, sko. Já. Hún er svona svolítið svona fringe humor, sko. Já. En góð serja, samt sem aður. Já. Sko, ég ætla að taka viðlíkingu á Kano á móti Spirit. Og ég á með Nonna sem Chopper. Já. Ég á með Blikk sem Donk. Það er engin Zero. En þarna, ég ætla að henda bara Zero út. Ok. Og ég ætla að taka þarna hina stjörnuna þarna sem að heitir svona smá svona japansku nafni. Já. Og ég myndi láta Solo vera hana, eða hann, meina ég. Okay. Rufflu er Magisk og Topaz er hingurinn, man ekki hvað hann heitir. Ég fíla að allir konum með hlutverk. Já, allir konum með hlutverk. Já. En spurningin er, hver er Device? Og það er bara í burnouti. Device? Hver er Vappi? Þarf Device ekki að fara að koma út úr þessu burnouti? Ég held að hann sé bara eins og fyrsta vaflan, sko. Hún er bara brend. Já, hún er bara búin. Þetta er bara búið, sko. Það er búið að borða hana, það er búið að láta rjóma og jarðarberjasulta á hana og hún er komin á gólfið og þetta er bara, ég held að hann sé bara búinn. Astralis er búið, Gamanið er búið, Danmörk er búið. Það var engin leikmaður frá Danmörku á topp 20 á HLTV. Já, kemur ekki orð. Ég kallaði það fyrir ekkert allt og löngu síðan. Veistu hver er líklastur? Veistu hver er nei, hvað? TSS. Veistu hver er eyðilögur Danmörku sem ísportsland? Nei. Astralis. Ég er ekki að djóka. Já. Bara segja það hér með að það er ekki, það er fá org af einstaklingum sem eru hrókafyllri og í samskiptum og sem ég hef upplifað allavega. Það er ekki sjokkerandi. Ég hef ekki verið aðdáandi eina sekundu á lífinu. Það er bara hannig. Já, það er bara ótrúlegt. En sem betur fyrr þá erum við ekki að horfa á Astralis hérna. Það var örugglega leiðilegra heldur en að horfa hérna á Fylki á móti Kano. Ein íslensk rimma og það er lota númer 1 hérna og hún er farin af stað og það er hvorki meira en minna en Fylkir hérna sem að finna fyrstu 4 frökkin og það er bara Topaz 1 og 5 eftir. Já, ég held að Topaz sé ekki fara að sigra þetta land. Það er bara þannig. Þannig að þetta byrjar ansi vel hérna fyrir Fylki. Það er Árbarinn, hann er ekki eins og hann er beint fyrir aftan. Andra húma. Hann tekur nú ekki nývinn, Topaz sleppur við það, en herru, checklistinn margfrægi, Tommy, vinna pistol. Já, vinna pistol. Það er örta rándi 2. Verður að koma örta rándi 2. Já, og vinna rándi 3. Það er fyrstu skrefin í áttina á uppseti.
og spurning hvort að þeir séu í raun og vera að fara kaupa hérna. Nei, mér finnst það ekki. Tíminn er liðin. Já, það ætla bara að klokka sig í gang, sem bara flott, myndi ég segja. Já, ég held að það sé bara fínt og það er ein P250 hérna á hérna Rufflu, en það er ekki mikið meira til að tala um. Meira að segja M4 og Famas, við erum að sjá meira Famasinu reyndar. Ég er mjög hrifinn af honum. Notaði hann örlítið í gær, hann er alveg rock solid. Sko, ég er Famas fan úr 1.6, sko. Já, sko, burstfæri í honum var bíla. Ég veit það, ég var alltaf upp á Kattokinu og Núk með burst á Famasum, sko. Já. Að bara, snæpa. En 2-0 hérna, Fylki í vil. Við heyrum lágt í leiknum, ég vona að heyrist rétt hljóð hérna til ykkar heima. En ég myndi segja, tvær standfærandi lótur hérna frá fylkismönnum, svo sem ekki mikið að vera hérna í lótur nr. 2. Nei, vissulega ekki. En við erum farin að stað í lótur 3 hérna og það er þá kaup Kano Main. Stefnan virðist vera að setja fyrir utan A hérna til þess að ná einhverju stjórn. Leikmaður með 7, það er Topaz, hann heldur fyrir utan B-Main. Engin sko stjórn á miðjunni akkurat núna. Það virðist alltaf vera lökkið inn á B. Blik swingar, nær ekki frakkinn á Volkov. Volkov tekur hann niður en Solo treitar þarna inn. Þá er það Citro, einn eftir og slætt frábært skot frá Solo, allt í öllu hérna, komið 3 fellur í fyrsta kaupinu fyrir Kano. Rufflu ætlar að ná einhverju vextverðna á CT en Gabbi nær að svara. Bombarins er komið niður og 2-3. Nonni er lár og þetta komið tengi. Þessi fætt skiptir svo miklu máli. Dun í tenginu. Nonni nær eins og að svara og þá er Gabbi einn eftir. Þið vita hann kom frá CT. Topaz fyrstu til og Kano ná að svara. En það sem skiptir höfumáli, Solo 3K. Já, Solo risastór geggjað skot alla leið yfir vatnið fyrir utan á leikmann sem var fyrir utan A þarna. Það stoppaði backstapið bara algjörlega í sporunum og það var stærsta áhættan fyrir þá, myndi ég segja, á þeim tímapunkti. Algjörlega, sjáðu stjörnu þokuna hjá Nonna. Nonna er í skíunum þessa framistu, það er nokkuð ljóst. Herru, þessi feilaði. Þessi feilaði, það sá þetta engin Nonni. Stundum það er hægt að vera aðeins og hátt upp á himnum. Það er nokkulega hægt. En hann kipti snögglega niður á jörðina hérna, batta inn í miðjunni, Dun er búinn að finna Topaz, Rufflu finnur Volkov á móti 4-4 hér. ætla ekki henni þristin, ætla að fara og frekar og komið bakið á B-sætinu og þetta gæti komið þeim alveg verulega óvart sem að það og gerir Solo með einni bakið, Vita Citro á sætinu, nær einum Rufflu með rífrakið, aftur 3-2. Já, splitta fókusnum ansi vel þarna hjá Citro, koma og sækja á hann frá 2.8, ómögulegt fyrir hann að díla við það, Blikk finnur Gabba hérna, þá er það bara Alltaf sé það. Nei, það getur ekki verið, það vantar eitt ég. En spurning fyrir þig núna, Tommy, þú ert Glasscannon Vappi, átt að vera að standa fyrir utan Turbo hérna að reyna að ná exiti? Ef að hann er með kit. Hann er að reyna við Ninja Defið en Nonni er einn á slæð, hann næri hann samt sem áður og núna er hann að stikka, hann getur náð þessu, hann næri þessu, Ninja playið kemur inn frá Fylki, þvílík frammistaða. Skælbrosandi alla leið í bakkan. Og lifir með vappan. Þetta er alveg ótrúlegt, þetta ætti að kenna Rufflu, clear your angles bro. Ég er í losti hérna, Tommy. Ég sko, mér fannst þetta að vera galið hjá honum, það sem hann var að gera, hann var að vera þarna yfir höfuð. En já, ég látt sér að ég hef verið bara að verið tróðið svona stórum sokk ofan í mig með svona stuttum tíma. Þvílíkt play þarna, 3-1 er staðan Fylki vil. Algjörlega eitrað. Á sétihliðinni, í Anubis. Þetta er bara, þessi leikur er búinn. Það er búinn. Rufflu þarna reynir að komast inn á B, gerir skaða á Citro en fellur á móti og stefnan virðist vera hérna á B-sætið. Citro finnur Nonna líka í gegnum smók og það er þá bara Blikk,
Solo og Topaz 3 og 5. Já, þurfa að finna einhverja leiðir þetta inn því að þetta ekki góð staða. Blikk með AK-ina, Göldur nær að koma sér í góða stöðu en Solo nær frakkinu. Gerir þetta örlítið auðvitað líka í mollanum, Solo. Topaz eitthvað hægur þarna. Já, þarna fellur Solo loksins, nær honum þar, Blikk aftur á móti, kemst inn á A. Er hann með bombuna? Hann Nei. Ekki með bombuna. Bomban liggur aðeins frá hann stigan. Hann getur vel náð. Og þá bara spurning. Volkov fyrir í honum að það. En Volkov fyrir til og það 4. rándið í höfn. Það 4-1 fyrir Fylki. 4-1 fyrir Fylki og Kano á spari eða hálfköp. Já. Þetta bara ekki staðan sem að ég held að flestir hefðu spáð fyrir í upphafið þessa leiks. Þannig að við verðum að gefa massa hrós hérna á Fylki fyrir framstöðuna hinga til. Þetta ungir á móti öldnum? Þú veist, þegar við sjáum þetta fullt skegg á nokkrum leikmönnum Fylkis og síðan allir clean shavingar í Kano, sko. Nema Nonni. Nonni hérna æðir í gegnum smókin á miðunni og það Dönn sem að taka móti þeim, Keiga fyrsta skotinu, þarf að bakka og það þá Volkov í tenginu, spreyja niður einn, spreyja niður annan, en fellur en það Gabbi sem mættur til aðstóðan, finnur Solo og Topaz þarna og enn og aftur þá það Blikk eftir einn hérna og í þetta skipti á móti 4. Ætti ekki að ná mörgum hérna, það engum hérna og enn og aftur þá það Fylkir sem að eru komnir í 5 City-megin, þetta alveg gjörsamlega risastórt. Já og veistu, pressan magnast núna byrja að myndast þessar aðstæður sem við tölum þar sem að leikmenn eins og Blikk eða Topaz eða Solo, skilurðu, Solo að standa sér best hérna í liðinu akkurat núna, 7-6, kannski fær hann tilfinninguna, núna þarf ég að fara að láta eitthvað gerast og við byrjum að sjá liðið tvístrast aðeins, meira einstaklingsplay og það getur algjörlega að láta lið hrynja innan frá. Algjörlega, grensan í smókinana í miðjunni, Rufflu, hann fellur, Nonni nær rífrækinu en þeir ekkert komin neitt rosalega langt. Blikk búinn að droppa niður og allar í tengið, hann komið tengikontról. Það mollan út en það Gabbi sem í þristinum að sjá hvað það geti fengið eitthvað hér. Já, Kano að skipta aftur yfir á A, það bara einn leikmaður eftir það til þess að verjast og virðist vera að sóknin alltaf koma úr 2 áttum. Fikra sér samt hægt áfram, akkurat núna bara Nonni að chilla í, nei, ekki Nonni, það Topaz að chilla þarna í A-main, komnir inn á A núna, kallaðir í stjórnarsætinu, Dönn 1 á móti 3. Dönn, Vappi. Hann fær ekki tækifæri á að ninja aftur hérna. Nei, það sko, Þetta gekk í 1 skipti þegar Rufflu klíraði ekki angulið hans. Getur ekki verið að gerist aftur. Það bara... Ég trúi ekki að það hafi gert á mig. Nei. Það ekki síðan við sáum Breiðablik taka ninjuna á Nuke sem við höfum síðan Ninja Diffuse. Sjáum lítið af þeim, sko. Bara á Íslandi. Já. Fólk vart sig og ég meina, ég alveg til í að gefa eina terbissu frá mér, bara persónulega, ef ég næ að lenda aldrei í þessu. Já. Það rétt. Hatur mitt á að vera ninjaður bara... Nei, þetta ekki svona... Þetta bara ótti. Þetta pjúra ótti. Áfallastritur og sko bara... Já. Ég mitt setti hérna The Bomb has been diffused hljóðið á hljóðborðið á Discord. Svona bara til þess að geta fíblast í fólki. Já, þú ert. Ég einn af þeim. Típa, sko. Það þannig. Má hvað að vera pirraður. En... Bomb has been diffused. Counter-terrorist win. Allir að öskra akkurat, sko. Sérstaklega þegar fólk ennþá á sætinu, sko. Það skilur ekki alveg. Já. En það lota númer 8 hér, 5-2, Kano í ákveðinni brekku fyrir að fara að vinna sig upp, en það var bústið þarna frá Citro sem var étið og það hratt B hérna. Topaz grípur Gölt með stöff í hendinni. Já, núna Kano bara ekkert að fíblast. Þeir eru bara ekki að fíblast núna. Þú líkt skotað á Blikk. Já, hann eins og ég segi, þeir eru ekki grínast núna. Það tekið selt drögt og púsað saman.
Svona smá eins og þeir hafi bara, þú veist, já, strákar, hættum þessu rugli. Já. Þetta var eiginlega mómenti sem að Ninja Diffuser kemur inn. Það var þegar það gerist, sko. Það var svona, ok, við hefum kaup í næsta, en það var ekkert sérstætt kaup, þú veist, Solo voru á deglu og eitthvað. Nákvæmlega. Og þetta svona, í seinasta rándi var fyrsta svona alvöru kauprándi og núna 2 rándi röð fyrir Kano. Bomba springur, 3 eftirlifandi í liði Fylkis. Mistu sætið mjög snemma og halda 3 byssum. Já, það stórt. Það mjög stórt. Þeir geta droppað hérna á þessar 2 leikmenn sem að fjallu. Geta fengið MP9 og já, þarna, einn M4. Þannig að við erum með fullu voppbúið lið Fylkis hérna í lotu 9 en á móti kemur Kano með aðeins meira stöff og með skriðþungan sín megin akkurat núna. Þetta skriðjökull á fullri ferð sem 0,000 kilometrar á ári. Já, en þetta bara litlu endriðin sem eru farin að koma hérna út úr Blikk. Solo fast á hæla honum, finnur hérna Gölt og það eru 3 leikmenn Fylkis fallnir hérna og sætin farin. Og litla líkur myndi ég telja á að þetta ránd falli Fylkis með. Já, og eiginlega bara búið núna. Volkov fallin á CT, Gabbi einn eftir og hann ekki fara að fá mikið úr þessu. Þetta voru hvað, 20 sekundur? Já. Sem að þetta ránd tók. Gabbi flott að það. Kemur ekki óvart ef að þeir myndu bara halda áfram að fara bíð, þanga til að þeir væru nálagt í að vera stoppaðir og þá gerir eitthvað annað. Já. Það náttúrulega sko ein æfing sem að tala um að sé góð fyrir lið að gera akkurat að taka bara face-it-leik og committa í sama play allan tíðarinn og búast bara við meiri og meiri mótstöðu. Já. En bara aldrei víkja frá því. Já. 5-4. Þurftum að gera það bara eitthvað. Bara svona upp á fönnið. Já, þú veist, bæði þá færðu alveg nokkur ránd þar sem að þeir alveg, nei, núna hljóta þeir að fara að bíða eitthvað, en svo færðu líka ránd þar sem að þú ert bara 5 á 5 að taka æð eða eitthvað. Aha. Og það bara virkilega gott. Glorious. Já, bara þú þarft að klíra fleiri hotn og hafa meira fyrir því. Þetta nefnilega geggjuð æfing. Mæli indrið megin. En núna sjáum við aftur stefnan eitthvað stefnir fyrir utan B, en það ekki allt liðið, þeir eru að splitta sér og hvað eru Fylkismenn búin að gera? Jú, þeir eru búin að stakka B-ið. Það enginn til að taka á móti þeim A-megin og við erum að fara að sjá Kano liðið einfallega að lappa þar inn. Þeir fara fjallabaksleiðina hérna og hlaupa núna inn A-meginir til að finna 2 leikmenn á B-inu og þetta verður frýtt ránd að ég virðist fyrir Kano. Blikk alveg á eldi hérna, búin að finna 3 í þessari lotu, veita 4. inn á sæt og líklegur til þess að leita á honum og reyna að fá það fragg líka, rífur upp glokkuna og tekur fætinn og já, glokka á móti 5-7, það virðist vera glokkan. Já, thumbs up frá Blikk. Sjáum það. Þannig að láta vita að það sé allt í lagi með hann. Já. Eða ef hann kafari, þá vill hann fara upp. Sko, fyrir þessa 4 lotu hrínu, að þá var Blikk sko 1-5 eða eitthvað. Já. Hann 12-6 núna. Já. Hann bara búinn að raða inn frökkum og ekki búinn að blása nös hérna síðustu lotur. Þetta búið að gerast líka ansið fljótt núna senastu 4 ránd, sko. Já, það engin pása. Það nú ansi... Sjáðu, aftur. Já. Það eru 20 sekundir sem að lotu. Citró með flott í hendinni. Elkofn að droppa úr miðjunni og nær einum en svaraði leið. Gabbi út alopið, nær einum takkaði niður, 2 að líta á hann úr tenginu og þá kölluð það 5 ránd í röð fyrir Kano og ég held að þetta Ninja Diffuser hafi gert það bara pirraða. Bæði gert að pirraða og þeir hættu úr kannski aðeins að koma sér í gang og hérna bara svona stilla strengi. Sér það bara nótt og dagur hérna, fyrir hlutin á hálfleiknum og seinni hlutin en stóri punkturinn hérna samt sá að Fylkir að sleppa út úr CT-hálfleiknum með allavega 5 lótur og það alveg gott afreng þegar þú ert að spila CT-hliðina á Anubis. Solo með Volkov, alveg hárrétt hjá þér. Það frábært staði til að vera á. Þetta svo frábært að horfa á þetta af því að Fylkismenn eru svo mikið að reyna
þú veist, þeir eru að reyna að taka fætana snemma og svo leið þeir kíkja að það tapa þeir gunfætinu. Núna voru þeir að reyna að taka aggressive play út úr AMI en þeir ná ekki að stilla sig alveg nógu vel og eru pikkaðir að blikk. Algjörlega. Þú veist, þetta er not for want of trying, skilur. Þetta er ekki að þeir eru ekki að reyna. Þeir eru bara að hlaupa inn í erfiðastöðu. Þeir eru bara að hlaupa inn í ofurliða sem að Blikk og Kó. En þetta er ekki búið enn. Nonni verður að gera sér grein fyrir hættunni og fer inn á sætið. Nær samt sem áður fragginu á Golle og 7-5 er niðurstaðan. Loka hérna fyrri hálfleiknum með 6 rándum í röð. Já, ekki amalegur endir þar. Núna er það spurning hvort að við sjáum Fylki eiga sterka byrjun á hálfleiknum aftur eða hvort að þetta verði bara meira Kano að hlaupa í burtu með þennan leik. Engin lota bara af þessum síðustu 6 lotum tók að meira en 30 sekundur fyrir bombun að koma niður. Já, þeir voru bara hlaupandi. Þeir bara hlupu, bara viðstöðulausir, bara inn á B. Ég held að lengsta rándi hafi verið þegar þeir sælenduðu 5 með 2 í félagabínu. Já. Það er brotið þegar þeir sælenduðu 5. Já. En hérna í miðjunni eru þeir 2 til staðar, geggjuð grensa. Pistorándin eru klárlega í höndunum hérna á Fylki til að byrja með allavega. Ruflu 1 eftir núna á móti 3. En þeir ætla ekki að fara það. Já, gott kall. Þeir hafa heyrt í Ruflu í vatninu, hlýtur að vera. Dúlbarettas í höndunum. 2 byssur betri en 1 feikuð plantið með þessa. Eða komið til staðar á einhverjum öðrum stað. Ruflu fær ekkert axlunarna í tenginu. Eða turbo, eins og trúðarlistin kallar þetta. Já. Hann er með, hann er 1 á móti 3, en hann er samt með 2/3 af byssufjöldanum þeirra. Já. Þannig að ef það er einhver hlutvöld sem að skipta máli, þá hann getur skotið tvöfalt fleiri kúlum. Býtum við. Finnur dönn þarna, en skotið í baki að Gabba hefði nú verið slagið til næsta bæjar ef hann náði að snúa sig þarna og finna Gabba líka maður. Það hefði verið, í alvörunni eitt af ljótari hlutum sem ég séð. Algjörlega bilað. En halda upptökunum hætti að krækja í fyrstu rándin allavega og þá byrjar þessi frægi checklistu okkar. Þeir stóðu við checklistan í fyrriháleik. Þeir náðu þessum 5 lotum sem skipti máli. Þeir náðu að taka þessar lotur þar sem að Kanomenn voru veikir fyrir og núna ef þeir ná að breyta þessu í sigur, Kano keyptu í annari lotu hérna, þannig að þá verða þeir spari í 3. lotu. Gæti Fylkir mögulega jafnað og jafnvel komist 1 lotu yfir og þá er þetta, ekki segja, hvers manns leikur, sérstaklega þegar þú ert á T-hliðinni eins og þeir eru. Sérstaklega með þessari grensu, gerir góðan skaðan á Ruflu og Blikk. Og Solo. Og hérna koma þér. Heldur inn í Más. Þeir læna sér upp þarna. Heyrðu, Dönn og Göltur gera bara virkilega vel þarna og ég er ánægður með Göltin. Hann sleppti ekkert vinstritakkanum. Hann hélt bara áfram að spreyja í gegnum þetta. Já, það þýðir ekkert. Þú ert bara fyrir mér. Já. Þeir voru allir þarna og hann bara hætti ekki og það er bara áframhalda Fylkir að tjekka við bóksin í Tjekklandsstaðnum. Komnir í 7-7 hérna, búnir að taka fyrstu lótuna, senda Kanomenn á spar með því að taka lóti nr. 2 og það er bara þá spurningin, hvað geta þeir gert upp úr þessu? Vinna þeir þessa lóti á náttúrulega algjör hörmung ef þeir tapa þessari lóti? Já, það væri stað til næsta bæjar allavega. Ég skal alveg viðurkenna það. Og þá þurfa Fylkismenn núna að vera yfirveðir, ekki leiðast út í eitthvað rugl og mér sýnist þeir alltaf að gera akkurat það. Stefnan sett þarna á B-lobbið, 3 leikmenn þar fyrir utan. Áhugavert að það eru 3 dyglu keypt, 1 Nova, Blikkir á Uspu. Já. Nonni að reyna að finna eitthvað með deglunni þarna í vatninu. Takkaði niður. Ég er að búast við einhvers konar A-play hérna með við stakkinn. Svona 2-2. Lík búin að ná einhvern veginn 2 skotum hana og taka 100 líf af þeim. Já, bara difference. Ok, núna færa þessi inn í tengi, verður þarna að koma hérna inn á að gott plast þarna, algjörlega staura Blikk og gefur þeim 2 entry, Ruflu samt, Finnur Dönn, þá er það Novan, ekki nógu góð.
Ekki alveg nógu góð og þá solo einn eftir. Lappar inn í línuna hjá Gabba og Fylkir eru komnir yfir. Vel gert Fylkir. Já. Bara, manstu við vorum að tala að þetta geti verið góður leikur fyrir Fylkismenn til að horfa á eftir. Já, ég myndi að horfa á núna. Já, ég myndi allan daginn horfa á þetta bæði til að sjá hvað þeir voru að gera rétt í lótunum sem voru að gera rétt og hvort að þeir hafi verið að vinna lótur bara á mistökunum hjá Kano sem þeir hafa alveg verið að gera smá og líka bara hvað þeir voru að gera ná. Spurning hvað Dunn að fara að gera með að Vappa. Blikk komið á stóra græna prikið hinum megin og að spila í miðjunni. Þeir að fara að mætast. Það spurning hvort að Blikk sé að fara að kíkja inn í húnna og Dunn sér við Blikk þarna. Lappar hann í línuna. Fyrir þá sem ekki vita þá það sem við köllum angle advantage. Leikmaðurinn sem lengra frá horninu mun sjá þann sem nær fyrr þegar hann að lappa til hliðar. Og það nákvæmlega sem gerðist þarna. Dunn nær að sjá í hægri olbúan á Blikk án þess að Blikk geti séð hann og skotið tilbaka bara út frá staðsendingunni á þessum línum. Og yfir tala hérna fyrir Fylki í lotu sem skiptir rosalega miklu máli og leður ég segi það þá jafnar Nonni þarna í leikjum, finnur Volkov í turbo og Göldur að reyna að setja pressu hérna inn á A1 en restina af liðsmunum Fylkis eru dreifðir svolítið allt mappið. Já, engin ákvörðun tekinurinn hvað það ætla að gera. Gabbi bara inn á B-lobbyinu að leita af Guðmávita en bakkar hérna eftir eitt flass. Tópas hlýtur að fá flassina eða eitthvað. Fær fyrsta. Golle nær ruflið tilbaka en Tópas heldur ennþá lífi. Dunn inn í lobbyinu með Vappalinu allra grensa þarna inn á Tópas. Góð grensa en ómögulegt fyrir hann að pússa þarna inn með Vappan einsins og þá færaði sig aftur yfir á B. Þetta eitthvað sem við sáum Dusty gera mjög vel á Rick að spila fram og tilbaka en þessi Molli ekki þangað sem hann átti að fara og núna erfitt að finna plantið og það lítill tími eftir. Gabbi tekinn þarna og Dunn bara hætta við plantið, núna hefur hann ekki tíma og það Kano sem að vinnur lótuna af því að Fylkismenn einfallega kláruðu tíman sem þeir höfðu að ráða yfir þarna aðeins, reynda að gera aðeins svo mikið. Bara aðeins svo mikið. Dunn fellar eftir tíman á $600. Það droppaðan skát þarna frá liðsfélaga. Sko, ef við brjótum niður þessa lóti á Fylki, í grunninn mjög flott. Tóku þarna bara default fæta, chilliði smá, settu pressuna B á sama tíma voru með manna lörkinn A, reyndu síðan að fara A og reyndu síðan að pivota yfir á B. Það eina sem þurfti var bara þennan örlitla meiri hraða, Tómi. Já, pingu meiri hraða og pingu betra jútilarna í eftirínu. Hefðu átt að gera eitthvað við plattformið. Já, ég menn ef þessi Molli hittir Mollar Faro til dæmis á B-megin, þá náður allan að plantu. Þeir náttúrulega bara molluðu default plantið út og það kostar á lótuna. Þeir á miðinni arka miðjuna með bombu og bakinn á Citró. Grensa getur verið góð. Flassin eins og það og 10,5 Blikk, störblindur. Já, það yfirtala hérna, búið að finna ruflu en Blikk jafnar í liðum. Tekur líka á móti Citró eða hvað, nei, Citró ákveður að bakka. Sá hver náða frakkinu, bakkar í kjölfar á því. Nonni mólaður hérna út úr Electric Turbo og þarf að fara inn á B og það virðist alltaf vera að Fylkir alltaf klára hérna A-megin og það spurning þá hvernig Kano lesa þetta. Þeir virðast vera að færa leikmenn af A akkurat núna. Já, þeir alltaf klíra miðina og einn og rótitaður yfir akkurat núna. Ég held að Blikk sé að fara að kíkja inn í nokkra. Nei, Golle nær einum hérna Blikk upp í hefðin hins vegar. Nær tveim hérna. Citró svarar 2-2 akkurat núna endur Dunn á 1 í HP. Ekki með armor og það myndi ekki eins og skipta máli. Það eitt skot og hann fallinn sama hvað. Og það sama úr hverju þetta skot kemur að líka við að bara góður gustur af vind myndi fella Dunn hérna. En Citró finnur solo og þá það bara Nonni 1 á 2 hérna. Hann ætti að heyra þessa hreyfingu frá Dunn.
og lætur í sér heyra Stjörnun þarna keiga skotinu frábært skot yfir á Citró en Dunn hann núna einn eftir, Smókur kemur niður, Nonni hann veit ekki hvað hann á að gera, hvort hann á að fara hægri eða vinstri. Lífið mér þetta ótrúlegt. Bjarga vappanum, það svo sem einhver huggur fyrir Kanomenn en Fylkir halda í forskotið sitt 9-8 Fylki vil hérna. Getum við talað bomburadíu sem mismunandi möpp? Þetta galið. Þetta er galið. Sko, þar sem hann stóð í lokinu á þessari lotu, hann hefði dáið ef að bomban hefði verið á A á einsett, sko. Já. Þá ég að tala þrátt fyrir að hann væri á Anubis. Kröftur sprengjur eða? Það eitthvað sem veit maður. Ég veist að bara tala það að Fylkir bara Já, þeir eru bara að spila vel. Núna kemur kannski aðeins smá fljótfærni til hlaupaðan í gegnum mollan, fara 2 fyrir 2 á leiðin inn á sætin en frábært! Þetta var geggjað skot! Gabba! Vá! Þetta hefði geta hringsnúist í höndunum á þeim ef hann finnur ekki þetta frakk blikkaðna með einhverja skandala inn á sætinum hefði verið ekki góða fréttir fyrir Fylkismenn. Nei. En það er þá Tópas hérna með 15 kúlur í klippuni 1 á 3. Þessi vappi hjá Kano er bara ekki að virka, ekki að skila fröggum en spurning hvað Tópas getur gert. Hann er með fullt belti á bakinu akkurat núna. Smókur sprengtur, séður golli finnur hann, það er 10-8 Fylki vil. Já, þetta er ekki staðan sem við bjuggumst við hérna fyrir leik. Munum samt sem aður, þetta er map-pickið hjá Fylki. Þeir fara í Anubis. Þegar við sáum þá velja þetta map þá hugsuðum við að þetta væri kannski ekki besta valið því þetta er puggy map. Það er mikið af aim-duelum og tækifærum til að ná pikkum hingað og þangað. En þeir eru að svara með góðum sokk hérna ofan í okkur, sína það að þeir eru að velja þetta á ástæðu og eru greinilega bara þrælstert lið hérna á Anubis. Þú eru menn bara að byrja að rössa hingað og þangað, rufflu, næra þannig að búa til smá pláss fyrir sína menn. Manni aðeins og lár þarna en Blikk kemur og klárar þetta, Gabbi fallinn, 2 fallnir á báðum hliðum. Og Kano eiga tækifæri hér að bjarga 2 byssum. Bjarga 2 byssum, eiga 2 molla hins vegar. Gætu spilað úr þessu tækifæri. En fjárhagurinn gæti verið betri. Þessi 2 AK-ar væri frábærir fyrir efnahægja þeirra. En fyrir að vera með allt upp á 10,5 og er það alls ekki þarna. Citró nær einum og þá spilaði bara fyrir aftan Smoke, henda öllu og eldhúsvaskinum þarna inn í alobíð og þá eru Kano væntanlega að fara að seifa þessa 2 AK-a. Við erum að tala um það að Kano eru konum með 1 round í seinni hálfleik. 1 round í seinni hálfleik. Fylkir búin að spila frábæran hálfleik hérna tímainn og eru núna 1 roundi frá því að vera að tryggja sér framlengingu í þessum leik. Fylkir eru konum með 6 í seinni hálfleik. 6-1. Það er bara, sko, ef þetta ætlar að fylgja uppskriftinni úr fyrri hálfleik að þá núna kemur bara hrina frá Kano sem loka leiknum. Já. Þetta er eiginlega nákvæmlega eins nema það að Fylkir hefði ekki fengið þetta round sem þeir voru að vinna. Já. Annars væri skorið bara eins. Já. Þeir tóku fyrstu 3 lótunar í fyrri hálfleik, töpuðu 1, tóku 2 og svo töpuðu þeir út. En núna virðast þeir alltaf halda dampi og þeir þurfa að gera það aftur hér, koma sér í 12 ef þeir alltaf að halda áfram göngu sinni í 8 sigrinum. Költur upp í 5-unni, heyrir þetta en þetta er gott teik hérna á vatnið. Grenslaði Smókur, Dunn sér ekkert en fasteignir er hins vegar í eigu Kano akkurat núna. Þetta setur Fylkismenn í virkilega erfiða stöðu, Tómi. Þetta er leiðileg stað til að vera í. Þetta er virkilega erfið stað til að vera í. Og þeir eru með Smoke framalega á miðjunni, Kanomenn. Þeir eru með Smoke í stiganum. Þeir eiga vatnið. Þannig að eini staðurinn sem að Fylkir getur gert eitthvað á akkurat núna er B-lobby. Já, og þeir eru 2 að spila framalega þar í crossfire út af því að þeir eru ekki að pæla í tenginu. En við sjáum Fylkir leysa vel úr þessu. Þeir eru ekkert að flýta sér, fara ekkert í neitt panik, bíða bara eftir að þessi reiksprengjur hverfi og labba núna hægt saman á miðjunni. Blikk og Solo
tilbúnir hann svo sem fyrir neðan miðju ef að þeir myndu ákveða að skipta yfir í vatnið og 2 leikmenn hérna frá Kano inn á A eiga enda stöf til þess að stöðva þetta push. Og annar molli sem kemur hér og lappandi gennum mollan þá nær Topaz 2 hér og þá Volkov 1 eftir hlaupi gennum molla fallið fyrir Topaz og það 11-9. Snirtilega spila ránd þetta frá Kano, töluvert betri að ná þessari stjórna rándinu frá fyrstu sekundu og spila út frá því. Þessir unknown factors í rándinu eru ekki búin að spila með þeim. Nei, ég ætla bara að segja þetta ránd leit mest út eins og lið úr fyrstu deild að spila við lið í ljósaðardeildinni af öllum rándum sem við séð hingað til. Sammála því. Fylkismenn höfðu ekkert svar við stöffinu sem kom út til þess að ná því map-kontrolli. Spiluðu samt alveg vel í gegnum það, reyna sína að fara miðjuna en Kano bara búinir að endurstilla vörnina sína nógu vel að stöffið stoppaði þá alveg. Rufflu kastaði 3 jútilum og hitti ekki einu af þeim. Ég bara vildi ekki vera leiður þannig. Geggja flask og Rufflu svingar inn í 4, finnur samt bara 2 en tekur 2 mjög lágt. Og allt í einu Blikk komin í einhverja draumastöðu hérna, hann að taka á móti 3 leikmönnum á spari og 2 þeirra eiga varla HP, finnur samt bara 1, það Citro og Volkov hér með 1 AK og Tech 9 solo til varnar. Hann í góðri stöðu til að bregðast við þessu en Fylkir ætla að frista en Volkov mollar og síni stöðu held að Citro hafi náð með þess að fraggi þannig að þið vissu að hann var í allavega einhverstað nálægt miðju. Hann fellur og 11-10. Flassið var geggjað en Rufflu, my friend, þetta var svakalegt. Bara feilaði Smoke, Flassi og Grensu. Já. Úff maður. Sko, ég verð að segja að þetta sá staður í Counter-Strike þar sem ég klúðra líka mest af mínu stöffi. Það lúmst auðvelt að kasta í veggina annars, sko. Já. Svona Rufflu til varnar. En núna sjáum við Dunn hérna leita að opnun. Flassi kemur að flassan að þessa línu en þvílíkt blikk þarna, hann bara býst við píkinu og solo fellur snemma hérna, Fylkismenn í yfirtölu. Lótsetið ekki komið yfir alveg strax, þetta spila frekar framalega í miðju og íta út A-lobbyið og ná infoið þar en Golem með 2 á A-inu. A-ið alveg tómt akkurat núna. Og Dunn finnur Rufflu. Þetta 12. rándið fyrir Fylki. Hlýtur að vera. Nonni 1-5. Steppar með þess að Citro, hann heyrði í þessu. Sér ekki smókin þarna og það 12-10. Kano náðu kannski 2 rándum sem þið lítu vel út en það þurfti bara 1 til að tryggja 1 stykki, overtime. Já, búinir að tryggja sér OT, geta unnið. Hann var núna 2 tækifæri til þess að loka þessum leik og það sem ég myndi segja að væri þá uppsett sigur í þessari seríu hérna á móti Kano. Fá þá 2 sénsar til þess að loka seríunni, þar af 1 á svona þokkalega hlutlausu mappi sem er Ancient. Má alveg gera ráð fyrir því með hversu mikið ákveðin leikmenn innan Kano elskar Nuuk að það verði þyngri róður heldur en Anubis. En Gabbi hérna að taka á móti smá aggressjoni frá Kano hliðinni og spurning hvort að þeir búist við honum hér. Þeir ættu nú að vera að byrja þeir að búast við þessum stöðum frá leikmönnum Fylkis. Fylkismenn bara búin að vera á góðum staðsetningum allan leikin. Já, vel staðsettir og einhvern veginn eins og Refragin sé bara einfallega ekki til staðar hjá Kano en Fylkir að nýta sér það heldur betur vel og arka núna inn í A-lobbyið, 3. staða þar, 5 til að finna fyrir Kano til að lengja leikinn en það lítur ansi illa út hér fyrir Kano. Já, sérstaklega ef Blikk getur ekki fundið Dunn hérna, ef Blikk fellur þá þetta allt búið, myndi ég segja. Núna B-hliðin alveg opinn líka, þeir eru vissulega með 2 menn til að taka á móti púsinn á A en það 5 manna pús á leiðinni. Flassi kemur, það gott, Leifur Tófans búinn að finna, hann finnur ekki annað, hann fellur inn í gegn Smoke og það þá bara Rufflu búinn að finna 1.
geta fylkismenn lokað þessu hér, Rifflu geigar skotinu með 2 og hann byrjað að takka hann á 23 líf eftir, 33 líf eftir og Gabbi labbar ekki smók og tekur hann í eyrað. Fylkir leggur Kano í fyrsta leiknum í seríunni og koma öllum spám í uppnám hér. Já, ég var ekki búast við þessu. Ég skal alveg hiklaust viðurkenna það og eitt sem var áhugavert við þetta var að þeir voru seinir í gangi fyrir hálfleik, þar að segja Kano, og einhvern veginn áttu erfitt uppdráttar bróðupartina seinni hálfleikum líka. Ok, gefið síti hálfleikurinn erfiðari í Anubis heldur en tísætið, en þegar þeir voru að taka þessi set plays, voru að taka vatnið og voru alltaf sniðugir, þá vegnaði þeim vel. Þeir komist þetta á 2 ránda run, síðan bara sagði öll. Það var bara búið. Þetta var Fylkir frá A til Ö í seinni hálfleik líka. Sko mér finnst, ætla ég að segja, mér finnst þess að þetta hafi verið smá kæruleysi, Kano minn. Já. Mér fannst þeir ekki vera viðbúnir við stöðunum sem fylkismenn voru í. Ég gáði þeim einhvern veginn ekki kredit að vera staðsettir á réttum stað þegar það sem mundi búast við þeim ef þeir var að spila vel. Tökum bara B-púsið núna í síðustu lótunni til dæmis. Ef þú ert komin með þessa stjórn fyrir utan B, þá eru 2 staðir sem leikmaðurinn getur verið á. Hann getur verið í hotninu hægra megin eða þá hann getur verið einhvers til vinstra megin. Já. Og þá ertu að segja, við erum að spila á móti liði sem við gefum kredit fyrir að skilja ekki bara B-hliðina sína eftir opna. Og mér fannst þeir ekki búa sig undir það. Jú, þeir fóru, þannig að annar var að horfa til vinstri og hinn var að horfa til hægri, en það var eins og þeir væri ekki undir það búnir að þeir væru þar. Af því að leið og fætin kemur niður á gæðin sem er að horfa til hægri, að þá ekki swing frá hinum gæðinum til þess að treyta. Heldur taka þeir hann aðskilin. Og mér finnst það bara hljóma eða lúkka eins og þeir hafi bara verið óundibúnir fyrir það að það hafi raunverulega verið gæðina. Þeir voru að spila þessa aðstæður út eins og þeir myndu gera, þeir eru góðir spilarar, þeir voru að horfa í rétta átt, en þeir voru bara ekki andlega tilbúnir í það að Fylkir væru með leikmannana. Já, einkennilegt hjá Kano að spila þetta svona, en hver myndur þú segja að vera MVP-in þetta fyrir væntanlega Fylki? Ég ætla að gefa Dunn. Já. Dunn. Bæði bara fannst mér hann koma sterkur inn á vappanum í nokkrum lótum. Hann átti nokkur entry í gegnum hálfleikinn, svo þetta bara frábæra ninja diffuse sem að ég vil meina að skipti sköpum í leiknum. Já, þetta var alveg róttök fyrir Kano mjög lengi. Og hann lifir með vappan. Já. Út úr því rándi. Bjargar efnahæginum hjá liðinu sinni. Kemur efnahæginum hjá Kano í vesen. Með því að þeir tapa lótu þarna. Þannig að það play held ég, þú veist, að öllu óbreyttu vann leikinn fyrir það. Af því að ef það ninja ekki þarna, þá held ég að rönnið hjá Kano byrji fyrr. Já, og það getur bara vel verið og þá ertu komin í svona sálfræði hernaðina og sért of langt undir og þetta sé bara búið og bla bla. Já, þá bara spurningin, Kano að fara að leggja árar í bát eða Árbær að fara að vera upp í skroppa? Við komumst eftir smá núk, ekki vera langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúin. Red Bull veitir vængi.
Velkomin aftur. Já, það var upset og vægast sagt. Það var Fylkir að sigra Kano í fyrsta mappi. Við förum í núk og vonandi fáum við 3 mappa seríu í hérna og fengum það ekki í senasta leik, en kannski bara Fylkir að fara að leiða okkur hérna að halda í vonina. Já, eins og ég sagði, líklegt að Fylkismenn muni mæta meiri mótstöðu í mappi sem ekki mappi ekki þeirra. Mér fannst Fylkisliðið bera þess merki að þeir voru búin að undirbúa sig á Anubis. Þeir komu til leiks, myndi ég segja, þokkalega öruggir með sig, spiluðu leikinn þokkalega vel og örugglega. Ég vil meina að þetta hafi verið kæruleysi Kano megin. Ég vil, ef þú fer tilbaka og þú horfir á suma af fætunum, til dæmis bara hvernig Blikk að swinga sko miðjuna, þá crosser placementið hans eins og hann sé að spila DM. Skilur við, þú veist, hann að swinga og þegar hann kemur út á línuna þá er hann að taka línurunni niður miðjuna, hann ekki að pre-aima á headshot positionið í hægri horninu, hann ekki að pre-aima að gæja eins og crouchaður bak við litla vegginn fyrir framann hurðina úr Faro, þú veist, og það finnst mér bara að bera merki kæruleysi. Og núna eru þeir búin að tapa inn leik, ég trúi því ekki að Kano mæti inn í leik 2 án þess að vera bara við erum bara fikkin vinna þetta. Lúkkuðu ekki að svona pússa þér og við sjáum þessa leikmenn oft og létu mjög einföld play fara dálítið illa með sig þarna, þú veist, og náttúrulega eins og þó að skipti ekkert rosalegu máli í stóra saminginu í rándi sem þið vinn ekki, en þú veist, rufflu að klúðra 3 jútilum í miðjunni, þetta svona nei. Þetta ekki í karakter. Nei, þetta ekki karakter við leikmenn sem að spila á hæðsta level á Íslandi. Svona lúkkar ekki vel. Nei, og ég ætla bara að segja, ef að Kano mæta með sama leik inn í núk, þá held ég að Fylkir vinni turnum. Ég bara myndi elska það. Mér finnst Fylkir vera að spila yfir getu, þú veist, í því hvernig þeir eru að taka þessa gunfight og þess að þar. Veit ekki hvort það sé út af því að það er búið að vera kæruleysi Kano, þannig að Fylkir séu búin að fá, skilur, tækifæri sem að ætti að vera erfið en eru í raun auðveld, eða hvort að Fylkismenn séu bara í alvörunni að overperforma. Það væri náttúrulega geggjað að geta verið með eitthvað data, skilur, þú veist, bara er Fylkir að meðaltali að snappa aimið á leikmann 0,7 sekúndum hraðar heldur en þeir myndu annars gera, skilur. Ég væri geggjað til að vera með eitthvað þannig statistik. Ég er ekki með hana, en það er tilfinningin sem ég fæ horfandi á að spila. Já, bara er að spila vel og það er spurning hvort að Dunn sé að fara að halda uppteknum hætti og vera MVP hérna í núk, eða eru Kano að fara að skjóta örlítið betra að fara á sér. Aldrei að vita. Ég sens á pistólinu allan núna, töpuð báðum pistólum í Anubis sem var náttúrulega risa stórt fyrir þá. Flott hana skot á Volkov. Volkov fær ekkert fyrir sinn snúð og þá er Citro kominn niður til þess að taka á móti þessu. Hann er einn inn á sætinum og er að reyna að koma sér í eitthvað skjól hérna, en þeir spotta hann bak við sælóið. Vita hvað hann er, finna hann, Solo klárar það verk. 3 á 5 hér. Það þau smóknum. Hann hittir í hvorugt. Þetta er galið. Þetta er smókur sem ég myndi kasta ef ég var að fela mig í smók. Já. En Solo samt finnur Dunn, Blikk finnur Golly og Rufflu Gabba og Kano með flawless pistol hérna. Þarna er held ég Kano aimið sem við myndum búast við. Þú býst ekki við því, sérstaklega í pistols, að Fylkismenn valdi yfir Kanomenn í báðum pistols á Anubis. Þetta var kannski nær því sem við myndum búast við fyrirfram hér. En núna snúðum við checklistanum við. Kano, ef þið ætlaði að vinna Fylki, þá þurfum við að finna pistol. Konverta 2 og 3. Gleymist alltaf ofta að Fylkir unnu bæði pistol í Anubis, þannig að það var góð byrjun á þeim. En hérna kemur force-uppið frá Fylki með 5-7. Húsræðarampinn með 2, en svörin eru að koma. Og Blikk með gott spray down, en þá eru 2-2 núna. Tópas 1 eftir og Dunn heldur áfram að gera okkur ekkert eðlilega spennta. Það er 1-1. Fylkir tilbaka, checklistinn rifinn af Fylki. Ég er að segja, sko,
þetta mest standard íslenskasta kall í rándi 2 sem þú finnur, Tommy. Já, Lobby Crunch. Lobby Crunch. Það eru 2 hluti sem þú getur gert við Lobby Crunch. Hleypur úti, eða lappar úti, býr til grensum og lappar síðan úti og fer í bak. Nær þessum long range fightu með AK-unum. Eða þú mollar og grensar báða staði og feysar með 2 og heldur einum úti. Þeir gerðu hvoru. Gerðu hvoru, töpuðu rándinu, en Rufflu búinn að opna reikningin í þessu rándi. Og síðan náttúrulega miklu fleiri hluti sem þú getur gert líka, en þetta bara þægilega hlutir sem þú getur gert. Þetta svona standard leiðina til þess að tækla þetta. Já. Og náttúrulega bara virkilega vel spilað þarna hjá Fylki að ná þessari lotu. Og núna sjáum við yfirtölu Kano megin. Hvað geta þið gert með þetta? Þeir hafa frelsi til að athafna sig akkurat núna. Engin leikmaður Fylkis með einhverja línu framalega og bara tími til þess að stilla upp úti. Og eitthvað laggið hérna hjá okkur. Citro fann einn en fjall á móti solo með annan. Tekur gappa þarna sem var á leiðinni tilbaka úr lobby. Spurning hvort að finni göltin líka. Já, það er aldrei að vita, en hann alltaf slapp örlítið frá honum þarna og er að koma í baki á honum. Solo ekki beint að horfa á þeim með lífin uppi og missir þarna AK-um frá sér, en þeir eru búin að finna hins vegar Dudun niðri. Hann æfir í viðbygginguna, hún er ekki smókuð. Það eru hins vegar 3 diglur að horfa á þig. Völdurinn leitar að frökkunum. Finnur fyrsta, finnur þriðja! Þetta var litla sprautanum þarna! Þvílíkt transfer! Og það eru 2 í röð í rándi sem áttu aldrei að vera þeirra! Tommy! Gölturinn! 4 frökk í þessari lotu. Ég nokkuð vissum að býttu nú við. Spurning, nei, þetta var 1v3, ekki 1v4. 1v3, já. Það var 1v3. Sem er örlítið lélegra en 1v3 og þeir eru allir að horfa á þig. Hann byrjar að fella mannin sem er í gula. Það er einn á Tetris og einn á Defaultir. Þetta er alveg, sko. Þetta er el klassíkó. Þetta á ekki að gerast. Ef þú ert Kano, þá á þetta ekki að gerast. Og núna Kano á öðru spari hérna. Skítaspari. Diglur samt sem áður keiftar. Bombar fyrir niður. Volkov, já, nær einum blikkfellur. Vappi á Dudun í ténu. Þetta getur verið hættulegt vopn, en hann fikrar sig örlítið nær og nær. Tópas og Rufflu, þeir eru með stikkvot. Ég var að fara að segja þetta, það er svo hættulegt að fara niður Secret. Þú ert að taka á móti þessum pistlum á close range, en þú þurfa þér að stoppa þetta diffuse. Þetta var bara tap, Dudun búinn að finna einn, þeir hoppa þetta út double, Citro með annan, og þá er það bara Dudun sem er að stikka. Og Citro lokar þessu. Þetta var hættulegt tíma, en Fylkir gera vel og 3-1 fyrir Fylki akkurat núna, Tommy. Við trúum. Allt frá Lobby Crunch í 1v3. Það er einhverju töfrar í kringum Fylkismenn akkurat núna. Þetta spray, að það fari á þennan hátt, það er algjörlega ótrúlegt. Ekki eitthvað sem þú býst við þegar þú ferð einu svona inn í fætin. Já, bara engan veginn. Og já, þar höfum við það. Það er að koma sér fyrir hérna kaupa móti kaupi. AK-ar á móti M4-um og það er einn vappi og það er á Dudun. Blikk reynir að ná. Það er bara bíl í reikn. Hann vill fara fyrir fram á taka fætin. Já, það gekk ekki. Nei, það fer ekki milli mála, það gekk ekki. Það gekk ekki. Já, ok, þá var þetta bara viljandi gert og hérna, næstu í gott play. En Gölturinn, hann heldur áfram að leika á allsoti, hérna, finnur solo líka. Og þeir eru 3 á 5 gappi með línuna, en frábært skot frá Tópas. Þetta opnar B-sætið og virðist vera að þeir ætla að koma bombunni niður. Citro verður mólaður út hérna, tekinn niður lágt og ennþá lægra af mólanum. Rufflu og Tópas með sikkot og 2 á 3 allt í einu núna. Kano í yfirtölu. Volkov fá rótið þetta frá hefninu Dudun með vappa í ríteki. Þetta lítur ekki út fyrir að ránd sem þeir ættu að reyna í, sérstaklega sem að peningurinn er ekkert upp á 10,5. Geta hins vegar að droppa vopni á eins og Citro sem að situr á $350
og þar að leiðandi ætti þetta að vera round nummer 2 fyrir Kano, en það eru töfrar búin að koma hérna út í þessum fyrstu 4 rándum og það kom eitthvað ninja bara. það væri reyndar ekkert eðlilega bara fyndið ef að það myndi gerast, en þeir eru á sikkur sætinu, það er eiginlega bara ekki möguleiki. Ruflu hins vegar að fara að labba inn í mögulega vappalínu, ég veit ekki, hann heldur samt á hnífi sko, en já, þannig kemur hann. Dunn ekki með neinar áhyggjur, lifir þetta af. 3-2 og það er kannski líka alveg rétt að halda því til haga, Tommy, við erum að horfa á Núk, fylgismenn eru vissulega að sitja með inn, þeir þurfa stærri forskot hérna í hálfleiknum heldur en þessa einu lótu, þannig að ef að Kano menn á að halda þessu í 1-2 lótu forskoti, að þá eru þeir alveg að skila sínum lótum tímainn. Vissulega, við skulum alveg halda því til haga, ég meina það er nóg eftir af Counter-Strike að spila í þessu fyrirháleik, við erum bara hálnuð hér, en Ruflu, hann er ekki að fíblast núna. Hann hleypur og krossar rauða og fær entry, heldur áfram og er komin vantarlega í stöðu sem að þeir ekki bara að búast endilega við. Citro hins vegar sér við honum, en Blikk í gegnum ískur nær einum. Þetta er glæsilegt angul sem að Blikk tekur hana. Golle nær einum, skiptir í AK og það er bara trade hérna. Þetta er betra fyrir Terrana, en Tudun með 5-7 gæti galdra eitthvað fram. Og sérstaklega hann kemst á milli þeirra. Hann kemst á milli þeirra, labbaði ekki smókin akkurat núna, þú ert að komast út akkurat núna. Hann fann réttu tímasetninguna en finnur ekki skotið þarna og 3-3 er staðan. Þarna til dæmis fannst mér, þetta voru ekki kæruleysislegar línur hjá Blikk. Nei. Þú sérst það, hann svingar inn í þröngar línur, hann er með crossrið sitt á akkurat þessum stað, eina sem hann þarf að gera er að counterstreifa og íta á vinstri músatakan til þess að finna þessar fellur. 2 þegar hann entrið þarna. Og þetta er það sem ég veit að hann á inni. Hann er á því leveli að hann getur gert þetta fyrir nokkurn veginn allar línur í öllum mökkum. Hann er búin að lenda í flestu. Hérna kemur mjög snabbar molli upp á Gula. Diglur í höndunum á fylki akkurat núna og Golle finnur hausinn á Ruflu. Hann reynir ekki hann reynir 2 hluti. Nonni með Golle. Það var samt flott skot fyrir Golle því að Ruflu kom hlaupandi bak við rauða þarna. Já. Þannig að gott hrós á Golle, hann er búinn að vera virkilega sterkur fyrir liðið á honum. Hvað er að gerast? Hunn með 5-7 finnur Blikk þarna. En Blikk búinn að finna Volkov á móti. Solo með vappa termein, leitar að Gabba sem að þetta er ótrúlega. Solo nær að stoppa hann og einhvern veginn lokaði þessari lotu, finnur 3 frökk upp úr þessu. Hann á 1 HP. Þetta er alveg galið sko. Já, ef það hefði verið aðeins meira púður í þessari uspu þá hefði þetta mögulega getað snúist í höndunum á þeim, en það gerðist ekki. Solo ánæði með sig þarna, sjáum það á myndavélinni. 4-3 Kano í vil og núna 3 lotu svona run hjá Kano. Það sem þeir hafa virkað ansið sannfærandi, svona svipa sannfærandi og þeir virkuðu í þessum nokkrum lotum í Anubis. Samt er að lifa með 2, lifa með 1. Þetta er sannfærandi og ekki sannfærandi. Ákveða að smóka ekki krossið, Dudun að sjálfsögðu nær einum í krossinu, en fellur fyrir Ruflu strax. Volkov heyrir þetta allt. Veit að eru komin niður og Citro er komin til að svara þeirri áskorun. Stendur fyrir ofan double doors hérna. Búið að brjóta control room. Citro er alltaf í rótum svona að læta vita af sér. Gæti hafa verið mistök hérna, Topaz finnur hann. Svo sem mátti ekki koma að Kano eitthvað sérstaklega óvart að einhver væri komin, en Ok, Nonni með 1 hefði svo sem alveg verið góður fyrir 2 þarna. Vissulega, Grensland góð, Gabbi hann er að taka hann Ruflu örlítið niður. Göldur með Blikk og Göldur 1 eftir á móti 2. Grensland er svo sem ágætt á Topaz, en Ruflu kíkir út single og krækir í fraggið. Það er 5-3. Vel gert hjá Ruflu að opna single og kíkja út. Ef hann hefði ekki gert það, hefði geta verið komin í leiðilega stöðu með hann smók.
á bombunni og fyrir double. Já. Held að hann hafi líka ætlað að opna double út af grensunni, sjá hvort að hann myndi ekki heyra út af ringinu sem kemur. Svona skemmtilegt. Alltaf gaman að vera með Já. Bara í eyrunum á sig, sko. Heyrir ekki neitt. 5-3, Kano yfir. Fylkismenn hérna með aggressivt play úti. Áttu að hafa talið 4 grensurna og þá gætu við bara í rauninni tekið pláss annars þar á mappinu. Mjög auðvelt, enga hjálp að fá, en Göltur, hann er kominn á rampinn. Diklan syngur ekki á þessu sinni, en það annars tækifæri. Það Topaz sem að nýta sér það, 2 kominn á bókina í honum. Citro fellur einnig Rufflu, tekur þátt í rándinu og Solo klárar og þá 6-3. Já, þetta áhugavert hvernig þetta svona kaflaskipt, Tommy. Mér finnst stundum eins og við séum ekki að horfa á sama Kano-liðið inn á þessu server. Já, ég meina, fyrst í öðru rándi þá litu þeir ekki út eins og Kano-liðið. Nei. Þú veist, eins og ég myndi segja, geggjaði leikmenn á þessu roster, kannski þurfa að pússa sig aðeins meira saman eftir þessar breytingar nýlega. En alveg mikill möguleiki ef þeir nátt. Blikk hérna fyrstur inn í gegnum hurðina, situr á opnavendi og finnur Göltinn þar. Volkov reynir að finna línuna í main, Rufflu býst ekki við honum. Smókar, fellur þar. Topaz finnur Gabba úti, 3-4 hér. Yfirtala, Kano vil. Volkov í gegnum smókinn, það ekki nóg. Citro samt finnur Topaz í lobby og bomban ekki ennþá komið niður. 2-3, Tommy. 2-3 og Dudun með vappa í heaven, spottar hann að Blikk út og nær frakkjuna hann 2-2 núna. Hins vegar Lár upp í heaven og vita af honum á eitt flass til að koma Citro í eitthvað play. Það að bakka það nút en 6 líf. Já, 6 í HP, þetta ekki gott. Þeir búið ekki við Citro. Jú, ok, Nonni var að halda honum, ég ætla að segja þeir reyna að tímastilla þetta að hann poppi út á sama tíma en leikmenn Kano vel settir upp til að taka á móti þessu og 7-3 þá staðan. 2 ránd eftir í hálfleiknum og ákvörðun tekin að forsa upp í þetta ránd. MP9, M4-ar lítið út til nema á 2 sem eiga fullt belti. Göltur með skjáttast ekki að spila rampinn og með fullt belti þar og Citro inni. Spila væntanlega rótjöldhlutverkið. Volkov með M4-in, Blikk bara leitar að fætum fyrir fram að smókin. Það komið sjálfstraust í hann núna. Já. Það ekki maðurinn sem vilt að trúi að hann geti kíkt í alla línur og fundi frögg. Og nei, og þetta líka bara, þú veist, ef þú ætlar að spila með svona aggressívan spilastíl eins og Kano, þá það líka bara eitthvað sem að liðið sem tekur smá tíma að venjast. Þú veist, það getur bara verið erfitt fyrir alla aðra að vera á þessu tempói sem að Blikk að setja það. Æjæjæj. Solo finnur hann að Gabba og þá voru þið 2 Göltur og Dudun. Molli í vendið og það bara spurning hvort að þeir get ekki fundið M4 eða eitthvað svona til að malda í móin upp úr þessu rándi því að þeir eru væntanlega ekki að fara að sigra þetta ránd. Rufflu finnir fargið á Golle og þá er Dudun 1 eftir að pússa inn rampinn. Finnir fargið á Rufflu, skiptir í AK. Nú allt í það á Nonna líka að sækja þessa byssu þegar hann tekur AK-in. Ég hefði eiginlega viljað sjá Dunn bara bíða eftir pússin í sig. Segja bara annarkvæmt þetta að leyfa mér að lifa með hann AK eða þá þú þarft að koma að sækja. Já, hann myndi falla. Hann myndi falla með hann AK. Já, en þeir vita það ekkert. Endilega. En hann getur múfað seint, skilur við. Það er alltaf hann búin að setja upp svona game of chicken, skilur við. Hver ætlar að hreyfa sig fyrst. Já, algjörlega. Ég myndi segja sko andlega pressan það að ég má ekki láta hann lifa með AK-in sé yfirsterkari rökhugsunni að ef hann þarna þá deyr hann hvort við. Það er mitt mat á þessu. Sammála því, þú grensur eins og það og einn nær að venta ef að Blikk hins vegar Lár eftir þessi viðskipti
48 HP á honum og Dunn finnur solo. Skemmtilegt undirhandflass hérna inn í trófi og hann á það akkurat núna, hann Citro. Búast þeir við honum upp rampin? Það held ég ekki. Jú, þeir eru að horfa á hann. Finna Topaz svona, Topaz með einn en einn treytaður út. 2 leikmenn ennþá frá Fylki hérna á rampinum. Hann finnur einn, ennþá Gabba að finna. Rúðu því ekki hvað þeir voru lengi í þessu og þá er það 1 á móti 1. Blikk á móti Dunn. Vappalínan er komin, reynir að feika út. Og þarna kemur skotið á Blikk. Reyndi að feika þarna út skotið en allt kom fyrir ekki. Það er erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og það er Dunn nákvæmlega. Já, það var hundur sem finnur skotið sín. Þetta var mjög fyndin, þetta var mjög skemmtileg feik. Já. Af því að hann var bara að sýna byssuna. Já. Venjulegast þá ertu með hérna öxlina að tjykla. Hann var að tjykla sko handabökin svona og byssuna á skemmtilegan hátt. Sýna honum hanskana og... Já. Og það er náttúrulega geggja að vera að monta sig á hönskunum svona. En allt kom fyrir ekki. Dunn þarna heldur áfram að skipta máli fyrir liðið sitt, lokar þessari lotu 8-4 staðan í hálfleik. Náttúrulega bara virkilega gott fyrir Kano að enda með 8 þarna á 10 hálfleiknum. Og pistólið núna farið í gang. Kano bara með 1 pistól af 3 sem hafa verið spilað hingað til. Og bomban komið niður hérna fyrir Fylki en Blikk búinn að ná yfirtölu hérna fyrir Kano. Finna ekki Hvernig er Citro ennþá lifandi? Já, Citro hnífaður. Kof einn eftir með glokku í höndunum. Tommy! Hvað er ég að horfa á? Þið kláruðu bara skotin. Þeir voru 3 í heaven. Já. Þeir voru 386 uspuskot þarna á Citro. Já. Mér finnst það bilun. Það bara meikar engan sens. Voru 2. Ég skal gefa þeim það. Það voru 2 skotmarkarna og Citro var greinilega bara ADA á fullu. Já. Og þeir voru bara ekki undirbúnir undir hreyfandi skotmark. Þetta var bara styrlað. Maður býst ekki við þessu. Maður getur ekki gefið sér að lifa svona lengi í fight eins og Citro gerði. Við sattum þannig. Nei, bara, þú veist, hann hefði getað reloada byssuna sinna og byrjað að skjóta eftir það með 3 byssur að horfa á sig, sko. Blikk finnur Citro, finnur Gabba og Vendæfið verður að engu. Þá er Topaz komið með félagsskap á rampinum. Rampurinn er í eigu Fylkis akkurat núna. Topaz, hann er þægilegur bara í T-inu. Ekki búinn að sjá hann vita að hellið er gefið. Hann er bara með allar upplýsingar í heiminum líka. Veit að þeir eru ekki komin inn á B. Dunn finnur ruflu með glokku og færi M4. Hvað er í gangi? Ég skil ekki neitt. Ég skil ekki neitt á mig. Þú veist, þeir vita að rampurinn er gefinn. Þeir vita það. Það er eins gott að hann hafi verið engin, þú veist, full armor og hann hefur verið bara hausaður og þetta er búið. Já, það er alltaf mikið verk að vinna hérna fyrir Dunn ef hann ætlar að gera eitthvað meira. Ég gæti séð stöðu þar sem að það væri actually bara fínt fyrir hann að halda þessum M4. Hann á fyrir fullum armor, hann á fyrir fullu belti af jú til eftir þetta, fær frían M4 og gefur Topaz ekki fría byssu. Já. Þú veist, það er ekki vittlast til stöðunni, kannski finna 1 fragg eða svo og hann klárar skotin! Að hitta þessu skoti hins vegar. Þetta er svo sársöka fullt að horfa á þetta, Tommy! Hvað er ég að horfa á þetta? Þetta er bil. Hvorur þeirra byggust við hinum á þessu tímbúti og já, Dunn bara fippast aðeins svo mikið, klára skotin og fellur þarna. Og það eru kaup samt sem áður. Fylkismegin, Vappin komin á Dunn. Ekki mikið á stöffi, sér það bara smókur á Dunn þarna, bara grena á göld. Einu sem er fullt belti er Citro, Volkov vantar upp á, Gabba vantar upp á. Stöff skiptir máli í núk. Gríðalega miklu, sérstaklega sem múst að eyða út Dunn spottar hann að ruflu út. Hann er í vesinni, vinnur. Það ætti bara að spamma hann hérna. Já. Já, þarna fyrsta spammi komið, ruflu er lár.
Flassi kemur hérna til að hann geti krossað Solo búinn að róta niður með autosökunina þannig að Golli að fara að labba inn í nákvæmlega þá stöðu. Já, Golli hérna að fá óþægilegt surprise. Eitt ekki Solo mættur hérna með XM-ið. Hann ennþá ég meina, þið búist ekki við honum. Nei. Ef hann þarna ennþá til 30 sekúndur, þá búist þeir sérstaklega ekki við honum, sko. Það væri nú gaman ef að Dunn myndi skjóta einu sinni aftur í gegn. Bara svona til að kíkja. Bara svona búið flippið. Já, bara svona. Hann það? Hann búinn að hitta einu sinni með oppanum. Já, en það varast hérna spammið, manstu, við höfum nú séð þó nokkra falla á því að vera að spamma of mikið gegnum smoke eða reyna að gera of mikið. En þarna, bjuggust ekki við honum líka. Bjuggust ekki við honum og Dunn klárar verkið sem hann hóf fyrir cirka 45 sekúndum Solo. Hann slætar út úr viðbyggingu og hausar einn og þá er Dunn einn eftir. Kunnuleg staða fyrir hann en skiptir í autosökun, ok? Mjög fínt gott fyrir nákvæmlega þetta en þarf að halda á því til að krækja í fröggin og Nonni finnur það. 11-4. 11-4, Kano búinn að vera allt annað að sjá þá núna svona seinni helminginn af þessum leik. Öðruvísi lið finnst mér heldur nú vorum að sjá að Núbes líka ekki að gera sömu mistök en Núk á sama skapi ekki mapp sem að leyfi þeir að gera sömu mistök. Nei. Þú veist, þeir eru þarna, þetta er miklu meira sko trektinn þar sem að þú ferð inn í ákveðna chokepunkta ekki eins mikið frelsi og ekki hægt að ná eins mikið að pikkum og við sáum á Núbes. Þannig að hvort að það sé bara að mappið sé að spila betur með Kano hérna eða hvort að það sé eitthvað að fara að dala hjá Fylki eða wow. Eða bæta því og Kano, við vitum það ekki nákvæmlega. Þeir eru mjög lágir eftir þessi viðskipti. Já, fyrir það Stoppa upp, en Nonni nær einungis einum. Það er ein byssa til Fylkis. Opna singul, Tópas komið niður nú þegar. En er bara einfallega ekki að fylgjast með singul. Heldur að Blikk sé að halda exitinu. Glæsilegt no-zoom hérna. 12-4 og þetta er svona að benda á lið sem að hefur ekki spilað kannski gríðarlega mikið saman Blikk með vappin þarna á að vera að hóra á singul mögulega lætur Tópas ekki vita að þessi að krossa, ég veit það ekki. Já, það er bara mjög líklegt að það er það sem hafi gerst. Horfandi á skorbortið akkur núna, Blikk að bera sína menn 19-10 þar á eftir með Solo og 17-9 14-7 á Nonna og svo 11-7 og 11-10 á Riflugur Tópas. Hinum megin þá er það Dunn sem að leiða sitt lið. Hann er búinn að vera algjörlega frábær í kvöld. Já. Skulum bara gefa honum það. 10,5 á hann í einhvern. Hann er ekki ástæðan fyrir að þeir eru að tapa hérna. Nei. Og sko, ég veit ekki hvað þetta er. Tópas komin upp á þak. Já, þú vilt ekki að einhver sé að skjóta í eyrað þegar þú ert upp á sælum. Nei, það vildi svo sannlega ekki. Nonni ætlar að hangsa hann inn í vendinu en hann fær hins vegar molla á sig. Nonni Hvernig nær hann þessu? Volkov, hann er komin í singul, búinn að opna það, komin út en fær mann í bakið og þá var það 13-4 sigur fyrir Kano og já, það byrjaði þarna að koma smá tempo í Kano-menn þarna svona í þessu mappi. Þannig að sáum við Blikk aðeins var að hitna, kíkja fyrir fram að smóka, ná entryum, komundum út úr ískur, taka leikmenn sem eru upp í heaven og svo framvegis. Samt daldið rið á leikmönnum Kano. Svona virkuðu ekki, sko skorlænið lítur mjög vel út. Já. Mjög vel. Já. Ég veit ekki hvað er að segja en samt. Það var of mikið af svona shaky momentum eins og sem þú myndir ekki búast við að sjá. Já. Og við höfum svo sannarlega ekki búist við þeim, sérstaklega ef þetta væri fyrsta mappið. En við erum bara búin að sjá það að Fylkir eru kannski að spila aðeins ofar væntingum og þeir eru bara að gefa Kano aðeins meiri leik að búist við og Kano eru ennþá bara svolítið að fínstilla sig eftir því, held ég.
Eins og ég talaði mér fannst ekki vera eins mikið kæruleysi í píkunum hjá til dæmis Blik núna og við sjáum það endurspeglast á skorinu. Blik efstur á skorportinu var trekk í trekk að opna lotur, finna jafnvel 1, 2, jafnvel 3 á leiðinni inn. Myndi ég segja bara hafi virkilega spilað það hlutverk sem á ætlast til á honum sem liðitt í þessum leik og restin af Kano bara þéttir að finna og vinna sína fæta. Þannig að heilt yfir bara miklu betri frammistaða Kano megin myndi ég segja í þessu korti heldur en í Anubis. En svo veit maður ekki, kannski hérna eins og ég segi, við vitum ekki nákvæmlega hvaða hlutir það eru sem að hreyfast. Kannski eru Fylkir að spila verri hérna í Núk heldur en þeir voru að spila í Anubis, kannski eru Kano að spila betur heldur en þeir voru í Anubis. Kannski þetta eitthvað stress fram og tilbaka, kannski hristuðu sig saman og fókusuðu aðeins meira, en frá mínu sjónarhorni þá myndi ég segja þeir losuðu sig við megnið af þessu kæruleysi, tóku bara góða fæta og þá fóru þeir ansi létt með að vinna flesta af þessum rándum og ég vil benda á eitt. Ég veit ekki hvað það en það virðist vera allavega með svona stærstu stjörnurnar eða stjörnurnar í hverju liði fyrir sig, eins og til dæmis Blik í Kano núna, Þorsteinn F í Dusty. Þú horfir á þá spila og þeir eru einhvern veginn alltaf efstur á skorportinu en þeir eru ekki með þessi rugglustu moment. Bara hægt og rólega? Já, þú veist, þeir eru bara alltaf í hverju einasta rándi með 1 eða 2, skilur við. Þetta er bara svona consistency is king. Og það er það sem mér fannst koma út úr Blikana og það er það sem mér finnst einkenna stjörnuleikmenn. Er það að þeir þurfi ekki að eiga eitthvað rugglað 4K round til þess að enda háir á skorportinu, heldur þeir eru bara þarna. Og hann var bara þarna og fyrir mér þá gef ég honum MVP fyrir fyrir þennan leik af því að hann uppfyllti þetta hlutverk og hann dró liðið sitt áfram til sigurs. Sammála því, ég er bara algjörlega sammála því og mér finnst þarna, þú veist, ég veit ekki hver ég átt að búast við frá Kano, hvort þeir átt að steamrolla eða koma inn, þú veist, þeir vinna 13-4 sem er náttúrulega yfirburða sigur en svona klaufa mistök hér og þar, svona, ég veit ekki alveg hvað ég var að horfa á, þú veist, mér leið eins og ég var að horfa á Face-It-leik, rosalega mikið og það er bara ekki góð sviti fyrir lið sem ætlar að reyna að komast langt í þessu móti, sérstaklega þegar að það eru lið eins og Vega sem eru alveg tilbúin að þú veist, taka það extra mile og bara sigra þig, bara flengja þig. Bara, þetta er ekki frammistaða sem að er til eftirbreytni fyrir Kano, það sem eftir er á mótinu. Ég held að þeir þurfa að setjast niður og taka liðsfund og púsa sig aðeins meira saman og svona greiða aðeins úr einhverjum samskiptaflækjum og þess áttar. En þeir eru með öll innihaldsefnin til þess að vera topplið í þessu móti ef þeir eru tilbúinir að leggja á sig vinnuna núna og út mótið. Tvímælalaust, er Kano að fara að henda sér í einhverja demo-review eða eitthvað? Það er allavega Ancient næst á dagskrá, hafa verið þekktir sem frábært Ancient-lið. Sjáum það í næsta leik ekki fara langt. Hvernig sem framtíðin verður, þá verður þú tilbúinn. Ljósleiðarinn gerir allt mögulegt mögulegt. Red Bull veitir vængi.
Velkomin aftur. Já, það var svar frá Kano. Já. Ef ég ætti að líka þessu saman, er þetta svipa á Drake á móti Kendrick? Þú veist, þetta var svona, þetta slefaði yfir hjá Fylki og það svona Drake og síðan kom ein sleggja. Ég elska að þú hefur bara komið með þetta beint inn í útsendinguna. En já, basically, sko, ef þú vilt horfa á það, Drake gaf út hérna einhver 2 ósvöruð diss-track og allir héldu að hann væri bara að fara vallt yfir Kendrick. Þannig að það Fylkir að taka map nummer 1. Já. Svo mætti Kendrick og droppaði, þú veist, 3 í röð sem að jarðsetti Drake og kláraði það síðan með Super Bowlinu. Þannig að við getum sagt að það hafi verið map 2 og núna erum við að fara í map 3 og það Super Bowl frammistaðan hjá Kano. Spurning hvort það reki síðasta naglan í kistuna hjá Fylki eða hvort það hleypið þeim upp til að anda. Já, ég fílaði þetta, þú veist við áttum bara eftir að ræða þetta þannig að það var gaman að koma þessu að í rauninni og hérna Pæltu samt í því, Tommy, hvað áhorfendur heima er að fá mikið virði úr okkur innan skrifborðinu að þau eru að læra pólitík, EHF-gatið og hérna efnahagsstefnur. Núna erum við að læra popkultúr í rapheimum Bandaríkjanna. Spurning hvert við förum næst? Við erum búin að fara aðeins dýpra í popkultúr í kvöld líka, við erum búin að tala serjur og bíómyndir og hvað þú ættir að gera með konuninni. Já, og líka, við erum búin að minna á það valentínsdagurinn á morgun, þannig að ef þú ert að horfa á CS í kvöld og þú átt eitt stykki maka, kíktu kannski í búð og keyptu eitthvað sætt fyrir elskuða þinn. Ég var búin að gleyma því, kalla það bara hér og nú. Já, við græjum eitthvað á leiðin heim. Já, þú veist, það nóg til í bara, þú veist, ólís og eitthvað. Já, sko, ok, en samt sko, ég ætla bara að kalla það núna, að því að fólk svo oft hérna á valentínsdag, við erum að hugsa hvermæti heim í stofu hérna. Já. Það svo mikið af fólki á valentínsdaginn sem fer að kaupa sko blómsúkkulaði, þú veist, eitthvað svona klassískt, eitthvað svona smá klísja. Já. Neglið yfir í Hagkaup, kaupiði andlitsmaska, svona einnóða bara andlitsmaska, fótamaska, handamaska og fótabað. Já. Geriði bara smá, þú veist, eða freyðibað og bara svona dekupakki. Já. Það er bara home run every time. Já. Og kostar minna og er ekki ónýtt eftir 2 daga. Já, og líka, ef þú vilt slá í gegn, keiftu allavega 2 af andlitsmaska og farð þú líka í það. Yep. Því að það er svona I'm here with you. Já. Já. Mín má gefa mig hníf bara. Það er bara butterfly. Já, og fyrir kærustunnar heima, butterfly njós. Í Counter-Strike, takk. Í Counter-Strike. Alveg skiptum vopn. Ég trúi ekki að ég hafi gert þetta. Alveg á fullu, sko. Við erum svo miklu töffarar. Ég veit það. Ég sá klippu daginn, bara til að halda þessu áfram því við förum bara inn í leik þegar hann byrjar. Þá var svona myndband af einhverjum gaur með vappa og hann tekur eitt fragg, síðan klippt á eitt gaur sem með svona sveðju in real life og tekur svona alveg snýr henni svona fingur sér. Þetta var geggja. Bara svona, já, þeir sem eru með mig á Instagram þá ofta eitthvað skrítið stöf frá mér. Þetta var eitt af því. Já, en ég bara, við erum konum ekki á hugmyndir fyrir valentínsdaginn. Tokyo Drift. Tokyo Drift. Sko, það er bara fullkomið kvöld. Já. Andlitsmaskar og Tokyo Drift. Já. Come on, sko, ég veit að það er ekki bóndadagurinn, sko, en þetta væri, sko, ef þú myndir gefa mér andlitsmaska, kippa bjór og Tokyo Drift í tækið, þá er ég bara bóndadagurinn komið. Já, bara, þetta er fullkominn dagur. Já. Þetta er fullkominn dagur og líka, þú veist, bara ekki svona kippu. Ég keipti svona áfengislausa daginn. Já. Já, bara heldur gott, sko. Bara fílaði það, sko. Þú erum að velja barnanefni og eitthvað. Það er komin eitthvað svona vítamínbjór. Ha? Já. Get ég orðið massaður og drikkið bjór? Já. Óáfengur vítamínbjór. Það er líkt. Sem er bæði góður og með vítamín. Frá hverjum er hann eiginlega? Ég bara, sko, félagi minn er flyttin inn, ég man ekki hvað hann hitti samt. Já, við skulum ekki auðvitað. Nei, ég skal komast að því og ég skal segja þér það. Já, við kannski bara drekka og bara við lukta dyr eða slögt á myndalum eða eitthvað. Já, við náttúrulega drekkum bara Red Bull. Já, við drekkum Red Bull og talandi sko, bleika Red Bullinn. Já. Gerið þið, upplóðmerki Red Bull í chattið og þá getið þið komist að því hvað þið þurfa að gera til að komast til Ibiza! Já, það er Ibiza-ferð. Já. Það er alvöru.
Mætti halda að Rísi var ferðaskrifstofa maður. Við gerum ekki neitt annað heldur en að dúldra einhverjum Counter-Strike-spilurum til útlanda. En það bara leikur í farin að stað hérna. Fylkir Kano leikur 3, Lota 1 hér og Blik opnar reikningin fyrir Kano hér í þessu mappi sem öllu máli skiptir. Og aðstættið fallið bomban á leiðinni niður. Já, þeir eru allan í ágætri stöðunni eftir plantinu ná að bústa einum leikmanni upp og Nonni í þægilegri stöðu. Bomba komið niður, hún byrjað að tella niður. Þeir eru með 1 kill á sér en Göltur hausaður. Þetta lítur ekki vel út og já, það bara spurning. Hvort liður verið Kendrick og hvort verið Drake. Bæði hafa sens á því en lítur út fyrir þessi Kano, allavega í þessu rándi. Já, Kano ekki búin að eiga besta gengi að fagna í pistolrondum hér. Eru mjög líklega fegnir því að tryggja sér þetta pistolrond. Já, fyrir svona þá sem vita ekki, fyrst að við erum að fara að fá hérna bara sko uspuránd eitthvað, þá ég les ekki fréttir og ég á mjög erfitt með að fylgjast með svona. Þá varst þú að útskýra fyrir mér hvað allir þessi rígur á milli þeirra væri, halftime showið í Super Bowl sem allir og mamma er búin að vera að tala um og þetta er eitthvað svaka og síðan voru að hlusta á lag og ég var að lesa textan með, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Ég skal líka viðurkenna, ég skildi aldrei svona rap beef. Sko, af því að þú veist, þú getur farið í gegnum söguna, eitthvað svona Jay-Z á móti Nas og eitthvað svona og maður var ekkert upp á þessum tíma og allt í hennu var komið eitthvað svona rappi þar sem ég var svona, hei, núna get ég skilið þetta okay. Þannig að ég fór að las með þess til þetta og datta aðeins inn í þetta og þetta er búið að sko gefa mér svona nýtt bara appreciation af rappi, mér finnst rapp miklu meira töff núna heldur en mér fannst það áður en að ég datt inn í þetta Það er bara þannig En það var timeout hér. Já, tactical timeout og ég held að það hafi verið tekið af, já, ég bara gæti ekki sagt þér en ég myndi giska að það væri allan að Fylkir. Já, fyrsta tactical timeout sem við sjáum í öllum þessum leikjum og það verður að teljast góðs viti að liðið séu aðeins að hægja á og tala sér saman og rándi fyrir hérna stað og það er treyta smókum á miðjunni, annars vegar ellið smókað og svo hins vegar rauða. En leikmenn Kano óhræddir baða í gegnum reikinan á miðjunni. Við erum komin með full control hérna á leininu og miðjunni eins og staðan er núna. Besta vopnið líka til að fara gjörsamlega nægileita smókin sko. Og Rufflu finnur einmitt trolli hann í gegn, Blik komin í gegnum smókin og þeir ætla að stækja örlítið lengra. Blik í vandræðum, Gabbi með 2 og þá er 3-3 en það er ekki lengi við völd, það er Nonni sem að næra vika munin. Solo heyrir rótendið ekki. Ætti að gera það, Nonni kom með hellingspláss á aðinu en bomban virðist vera á leiðinni til Nonna. Ætti að kalla hér að kirkja gæti verið opin. Já, hann missir af leikmannunum í kirkju og þetta er ákveðin hætta núna. Tópas gæti fallið hér. Já, Volkov fundinn. Tópas býst aldrei við Gabba hérna og mikið rétt. Tópas fellur 40 sekundur eftir samt sem áður, þannig að tími fyrir leikmenn að vinna. Nonni Lár, Gabbi, hann ætlar ekki að klíra hann! Nonni, hann er héraðsmeistari í feluleik hér. Sigrar þessa lotu fyrir Kano. Og 2-0 staðan. Það var Force inn í þessu rándi, eiga fyrir nokkrum pistols hérna. Fylkir þar að segja. En þetta ætti að vera 3-0 og checklistinn svo gott sem búið að loka honum. Já, allan í bili og við vonum Grena þarna gerir skaða en býtu. Þetta er eitur beitt fylkislið þarna. Gabbi með 2. Rufflu samt svarar, finnur 1 en getur hann, Nonni! Hvar var Nonni? Hann svingar ellið og finnur 2. Þetta hefði getað farið illa á tímabili. Þetta leit nú ekkert frábærlega út fyrir Kano þarna en Nonni bjargaði þeim og kemur þeim aftur inn í þetta. Smóku fyrir City og Göltur, hann er með uspu hérna. Efast að sé að fara að gera eitthvað rosalega mikið, næra að gera góðan skaða samt sem áður. Já, ef að Tópas er ekki að horfa í þessa átt á þessum tíma, þá er hann í hættulegri stöðu þannig. 3-0 fyrir Kano. 3-0 fyrir Kano og Dudun er
kominn á Vappa og þetta getur verið mjög áhugavert hvert hann ætla að fara með hann. Lítill armor, 1 smókur og hann fyrir miðjuna. Ennþá 4 leikmenn hjá Fylki sem eftir að frænka. Já, það ekki eitthvað sem þú vilt sjá. Blik þarna æðir gegnum smókin, stendur bara í mólanum, finnur Gabba en Gabbi svarar þarna, tekur hann niður í mólunum, Solo og Rufflu með sitt og þá það 4 á 1. Solo með annan þarna. Þetta virðist alltaf vera stutt gaman í þessari lotu. Kanomenn einfallega komni með sætin og farnir að veiða Vappan. Heldur betur Rufflu komin hérna langleiðina á Solo að fara að heyri honum. Ég held að Solo hafi heyrt í honum. Það held ég líka en Solo lár. Skiptir í Vappan og Solo finnur fraggið. Það 3K á herra Solo. Þetta opnar allt með blik og lokast með Solo og 4-0 staðan og bankinn brotinn. Bankinn brotinn og bara þarna erum við að sjá aftur, það kom alltaf svona kablar og koma í báðum leikjum þar sem að Kano bara, eru bara algjörlega viðstöðulausir og einfallega sópa upp þessum rándum. Þetta gerðist svolítið í Anubis þegar að Kano tók þarna langa kablan þar sem þeir voru dominant að Fylkismenn voru bara mjög óheppnir í hvernig þessi bardagar voru að spilast og það virðist vera að halda á hann hérna en Blik hann að taka á móti þessu Solo og Blik búin að finna 3 þarna á milli sín og þá það Rufflu út gluggan með XM-in. Finnur 2. Hann að mala gull á þessari XM. Hann pikkar upp M4 frá CT-unum, kaupir sér autosjökkun, farmar það og pikkar aftur upp einhverja byssu. Gefur þetta frá sér. Þetta eins og svona hrói höttur hryðjuverkamanna. Já, þetta svona eins og hann í Fast and the Furious Tokyo Drift þegar hann að gefa þeim bíla. Já, það er rétt hjá þér. Hann á meðan þeir eru á bílunum þeirra bílunum sínum Þannig að Rufflu það sama, hann að segja við strákana, þeir eru á byssum frá mér, einskotaði standið ykkur núna. Og spurning hvort það standi sig aðeins inn á BSF frábært plast! Citro og Volkov með sitt korn en þetta kemur seinni bylgjan og svingandi inn á sæti þá náður einum á Göltur og Dudun 1-2 eftir. Göltur inn í keifinu gæti spammað þetta en lætur þó vita af sér. Býður eftir Vappanum. Og hann bóttar hann þarna, Reykurinn feitar á réttum tíma. Tópa seinna eftir. Þetta var skítur! Nær ekki geltinu samt sem aður. Já, hann ætlar að ná í Vappan. Þetta var ljótt skot í fjarkan. Bara frábært skot þarna. Sóknin hjá Kano, svolítið svona eins og COVID, þetta kemur í bylgjum. Það spurning hvernig að seinni bylgjan kemur. Það spurning hvort að Fylkismenn sé ekki bara á fulli að fletja kurvuna. Já. Þú veist. Þeir eru allir að fá hérna Pfizer núna í timeoutinu til að stoppa þetta. Það verða bólusetja fyrir sókninni frá Kano. Hvað voru ekki 4? Það var Sputnik, Pfizer, Janssen og AstraZeneca. Já, 4. Sputnik var rússneskt held ég. Já, það var náttúrulega bara asbestos. Já. Þess bara beint í æði sko. Já. Nei, þetta var meira rugli COVID-19 maður. Glaður að það að baki en við sjáum hérna Cave algjörlega hríðfalla, Blik og Nonni loka þarna, Flasti getur verið klór, Blik nýsir þarna undan og næra á einhvern undraverðan hátt að falla, Citro þarna og B-sætið þá svo gott sem fallið, já, Kano menn eiga það 6-1 virðist alltaf vera staðan hér þegar þetta round búið. Solo algjörlega viðstöðulaus hérna í eltingaleiknum en Dudun finnur hann þarna, ætlar ekki að leyfa honum að fá þessar byssur frítt. Alls ekki og skýtur þarna öllið frá sér, næst síðan djúpri línu þarna á CT ja, Blik aðeins og fljótur á sér og þá næsti. Þeir koma bara aftur og Dudun, hann bara byggað á 1 og 1. Það spurning. Enginn þarna. Finnur annan. Dudun með hvað? Hann með 4? Hann með 4. Leitar að Ace-inu. Ace? Hann Ace-ar og tapar samt að lóndinu. Sko, það gerist ekki oft, Tommy. Nei, það
vissulega mjög fáusunum sem það gerist og Vappinn, hann orðinn eldheitur hjá hann núna, satt á 2 frökkum fyrir þetta ránd og komin upp í ískalda 7 akkurat núna en já, ég ætla ekki að segja þetta séu worthless frökk út af því að þeir halda náttúrulega byssum. Já, og þeir skaða efnahæginn hérna hjá Kano sem að ef að þeir lenda í einhverjum hrakförum gæti farið að vera vesen. Gæti verið. Dun bakkar hérna yfir á síðspónið og spurning hvaða engul hann sé að fara að taka og já, það er bara spurning hver gangi. Já, Topaz þarna með 1 Dun að svara, búinn að vera algjörlega eldheitur á Vappanum Dun bara allan dag eða allt kvöld, réttar að sagt. Topaz hérna að taka á móti rótitinu, spurning hvort að Citro finni hann en Dun bara með vel tímasetta áraskýrni þarna, píkar ellið og finnur Blikk. Rufflu hoppar hann upp í dónutinum og leitar að því hvort hann geti ekki fundið eitt þægilegt fragg hérna og City-arnir þetta hópa sig saman. Þetta er ráðgáta sem er erfitt að leysa og Dun er með Vappaninn á réttum stað, finnur fraggið og þetta er annað rándið fyrir Fylki og 3 frögg í rándinu fyrir Dun. Dun er bara búinn að vera allt í öllu hérna í fylkisliðinu í öllum leikjunum. Hann er búinn að eiga frábært kvöld hér og maður myndi halda eftir svona frammistöðu ef hann getur haldið þessu til streitu að það væri bara einhver lið úr ljósleiðadeildinni að fara að horfa í hans átt. Já, vissulega. Einhvernum vant að Vappa. Já, Kano vant að Vappa. Sjáum hérna lélegt kaup og hérna skiptir akkurat þetta Ace máli. Kano-menn væru allir á góðum kaupi akkurat núna ef þessi Ace hefði ekki komið inn. Já, tvímælalaust. Citro opnar þetta á solo. Og þarna árásakjart. Skemmtilegt að sko þegar hann spottaði leikmanninn hann Rufflu, hann beygði sig sjálfur niður líka. Já. Svona in real life. Já. Þannig að það sé alveg 100% að það sé ekki bara að vera skotin í hnakkan. 20% minna hitbox og beygði í Já. Það er yfirtala Fylki vil, 4 leikmenn Kano hér og þarna kemur triple boost, skemmtilegt hjá þeim en feilar. Þetta var svo skemmtilegt, Tommy. Já, ég hefði viljað sjá eitthvað út úr þessu. Frábært plast þarna en blindar bara Rufflu, Blikka mútið svarar. Topaz finnur Volkov í rampinum og Citro núna að halda bláa. Skiptir yfir á rampin, fellur þar á móti Topaz og það er þá bara Gabbi og Dun til að taka á móti þessum 3 leikmönnum. Blikk er ekki að setja niður bombuna, ákveður að fara í dúlið í staðinn og það gæti komið í bakið á þeim. Dun núna 1 á 2. Hvort er búist við honum í 5-munni, það vitum við ekki. Nonni fer í plantið. Dun gæti reynt að skjóta hann í gegn en gerir það ekki. Leitar þessi stað að Topaz en rétt missir á honum þarna. Topaz tímasettur þetta rétt og finnur Dun. Kano 7, Fylkir 2. 7 ránd núna komin til Kano og ná þessu half-bæi einhvern veginn, eða þessu aðeins lélæra bæi og setja peningin hjá Fylki í smá vesen því að þeir þurfa þetta eiginlega double eco til að eiga einhvern pening. Unna sjálfsög 1 ránd og fengu þá örlítið reset á moneyborn sinn. Æða þetta niður, rampin, Blikk, heyri þetta allt saman. Já, hann er þessu ásamt solo. Finnur hann að 2 Nonni með 4. leikmannin og það er þá bara Citro að taka á móti spilurum frá Kano og öllum áttum og einhvern veginn finnur hann 2 samt sem áður. Þetta voru skrítin 2 frögg, Tommy. Já, ég held að þeir eru skellilega þarna, ég veit ekki hvort það er þetta hnífana eða eitthvað. Já, hlýtur að vera. Já. Það er bara mjög skrítið, en allt samt sem áður eftir bókinni fyrir Kano, ekki fyrir Fylki. Famasar, M4-ar vantar upp á utilið á nokkrum, það er spurning átt á Göltur ætti ekki að vera með lítinafn og Citro líka til að eiga þetta auka util og smóka en svona er þetta. Hann heldur áfram að æði tökum smókið á miðjunni en er tekinn af Volkov, var ekki með neina aðstoð hérna úr glugganum. Gabbi finnur solo þar sem hann er að reyna að horfa niður af lane, niður á miðju. Og Rufflu, hann er mættur á, hvað er þetta, M249? Já, eitthvað svo leys.
Topaz finnur Göltin í cave, þeir eru ennþá 3-4 en eiga B-slætin hérna. Retakið ætti að fara að koma inn frá fylkismönnum og sjáu þið hvar Nonni er. Já, hann algjörlega hinum megin bara í öðrum landsluta. Rufflu er frakkinu sem hann þurfti að ná. Það ekki að fylgja þarna. Nonni heldur verið að fara að ná einhverju. Já, þetta góð tímasetning hérna. Alltaf fyrir hann. Nær að spreyja Volkov af definu og það þá bara Dunn 1 á 2. Kunnuleg staða fyrir hann akkurat núna. Hann ætlar að fara niður rampinn til að reyna að finna Rufflu. Klára skotin þarna í famasnum. Það búið að vera svolítið mikið þar, Tommy. Já, mikið að klára skot og svo framvegis. Þetta Nonni kominn. Já, hann hefði sparað í Anubis. Já. Hann hefði sparað í Anubis. En já, það var bara einn leikmaður sem lifði þessa lótu af og það var leikmaður frá fylkisliðinni, Kano, hér í tactical timeout. Virðast ætla ekki að taka neina stjórnstöð að vilja loka 10. lótunni hérna í fyrri hálfleiknum. Það eins og við höfum talað áður, Tommy, stórt statement inn í seinni hálfleikinn. Það bara mikil yfirlýsing það að við erum að dominera þennan leik, að fara inn með 2 stafa tölu og andleg hindrun fyrir andstæðingana. Já. Að horfa upp á það. Topaz núna komin á M249. Kannski ekki meta-vopn akkurat núna. Nei. Var samt reynt að gera það meta-vopnum nema með því að breyta spreyinu, eða var það kannski fyrir nekjavinn eða eitthvað? Ég veit það. Sko, þetta alveg góða byssur. Ef þú hittir í haust þá gerir þetta eitthvað, sko. Já. Það eru bara svo þungar. Það eru þungar, svifasteinar og annað, en ég vil ennþá meina að það séu ennþá hlutir sem á eftir að finna í Counter-Strike. Já, ég skal alveg fallast á það. Þú veist, alveg eins og bara í öllum íþróttum sem kannski bara búið að vera sirka báta sama mjög lengi, svo allt í hennu prófur einhver eitthvað nýtt og það bara slitur allt úr jafnvægi. Og alveg eins og við sáum, þú veist, á sínum tíma með Astralis þegar við voru að grenu stakka, skilur við, voru að triple neita eftir line-upi ákveðna stöður. Það breytti metunni svolítið. Solo einhvern veginn komin lengst upp rampinn þarna og bara við hliðin á Volkov en fellur. Einn á leininu, 2 komin inn í A-lobbyið og 1 í hellinu. Manni undir með Negev og M249. Dunn komið Nonna. Staðin fyrir statement þá fíflagangur. Já. Það virðist vera. Topaz búin að finna fyrsta. Rufflu að reyna að elta þarna. Það væri nú eitthvað að þau myndi sigra þetta ránd. Það væri móralskur sigur. Blikk hann fær gefins fragg á Göltin. Dunn væntanlega að fara að ná inn í baki hér. Lappar aðeins og snemma út úr. Sjá þetta! Þetta beint í haus, ekkert ves. Veitum senasta, Citró þar, flassið gott og nær línu þarna á CT-ið. Spottar út, Citró með AK-in, nær hins vegar frakkinu þarna á Rufflu og þeir uppskýra 3. rándið sitt. Já, Rufflu nálægt því að láta Negevin virka vel fyrir síðan það, fann 2 en gat ekki fundið þann 3. Maður hefði nú alveg búist við því með eins og þetta var að spilast að ef hann hefði verið með AK þá hefði hann getað stilt þessari lótu heim. Ég held að það sé svona, þú veist, hlutir með þessi þunguvopn. Sko, þetta náttúrulega move, hann þarf að skipta hnífinn til að færa sig tekur upp byssuna. Sprayið, kannski ekki alveg búin að læra á það. En, já, ég veit ekki. Þetta náttúrulega sko, bara eftir fyrstu 5 kúlunar þá þetta laser. Já, 100%. En þú þarfst að vera, sko, þú þarfst að spreyja út frá því hvar 5. kúlun að lenda, sem mjög erfitt. Og fylkismenn hérna strauja út inn á B. Það Topaz að mæta þeim með frábæri flassi hérna hjá Blikk. Blikk með 3 frögg! Það var glæsilega gert hjá Blikk, veit af senastaðana á defaultinu, skiptir í dual Barettas, Rufflu klára hins vegar Citró og smá team damage að koma hérna út.
Já, ljóst að Kanomenn að skemmta sér allavega. Það eru bros á leikmönnum. Solo fellir Rufflu þarna. Stundum þá fer gannið of langt. Já. Spurning hvort sem að fara að fá vakkbann hérna í byrjunni með það að Rufflu með max 7 miða á hausun og Solo. Gæti verið og ég meina -1 fregg á Solo, hann situr á 7 langneðst fyrir sínu liði. Og já, hann er hausaði með max 7. Og með refstrað. Ég ætla að segja þá finnst mér þetta ekki eiga heima í alvöru leik. Nei, þetta er svona stemdi í það. En Topaz allana heldur sig við strikið nærðna 2 en þeir ná sætinu. 3-3 hins vegar. Smókur fyrir sítspónir en aðeins svo aggressív þarna. Spurning hvort að ef 100 HP þá hefði Solo náð þessu fraggi. Citró hins vegar á CT. 2 að koma úr Donut. Ég held að það sé bara nokkuð líklegt að hann hefði náð þessu fraggi miðað við hvernig lífið stendur hérna hjá leikmönnunum eftir þetta. Mollaði þetta Dunn sjálfa sig? Ég veit það ekki. Ég veit að Nonni er allavega komin á pompuna og hann ætlar að stikka. Stikka allan tíman en Citró finnur fraggið. Leikmæðurinn sem að pússaði ekki niður smókin á CT og á 10 HP eftir það. Og þá er Kano búinn að vinna pistol og tapa rándinu með 2. Sittar núna á svona óþægilegu magni af dollarum. Mér sýnist kallið alltaf vera að forsa inn í þennan leik, inn í þetta ránd. Eða hvað? Já. Einhverju droppaði þarna, það er Nova og M4. Aðrir á deglum. Já, Topaz og M4 samt. Spurning hvort það vilja koma sér í einhverja stöðu sem að láta hana virka. Örlítið betur. Situr á aðeinu akkurat núna með línu inn í lobbyið. Sýnist mér. En allt með kyrrum kjörum hérna. Inga til að hana. Rufflu með Nova. Ég byrjar að fíla þetta vopn örlítið meira. Ég er massa aðdáandi. Novan er snæper sko. Fólk fattar ekki. Þú veist bara, ef þú hausar einhvern á 20 metrum, þá er það one shot sko. Það er ekki vera hautskott hjá Rufflu núna. Þetta er svipað og deglan sko. Nefna bara, þú veist, það er eiginlega spurning bara hvort sé betra. Þetta er bara val á milli Nova eða deglan sko. Það er þannig? Já. Ef þú spilar hana bara eins og deglu, nefna bara á styttri línunum. Já. Að þá bara guaranteed success. Þú veist, þú ert með meira spredd á skotunum líka, þannig að þú þarft ekki að vera miða akkurat á hausinn sko. Ég er bara alltaf að nýta með það. Leitar að haus, finnur ekki á Dunn, fyrir en akkurat núna, AK liggur í valnum og þetta ætti að hraða. Blik með Citró líka. Það er alltaf bara fylkismenn eru 3-3. Topaz er að koma hérna, hann er mollaður út, finnur hann göldin, já, finnur hann. Blik er að koma á æðandi hérna í gegnum helli og tímasettur Gabba þarna, finnur hann í bak. Topaz klárar til fraggið, Blik veit núna Volkov, lætur vita, Topaz finnur hann og það er 11. lotan hérna fyrir Kano. Bara snirtilega að spila retake, spiluðu vel á hver öðrum og virtist vera góð samskipti innan liðsins þarna. Allir bara vissu hvar þeir átt að vera að horfa og hvar þeir átt að miða næst og auðvelt retake fyrir Kano. Skemmtilegt setup líka á aðeinu. Hann var að fela sig fyrir aftan þetta singleboxið og Blik var að jumpspotta bæði lobbyið og donutinn og voru síðan að spila með 3 á bíinu. Einn í keifinu og 2 á sætinu. Hvað sem ég ætla að stela? Já, alltaf gott að vera að læra. 11-4, Kano 2 lotum hérna frá því að loka þessari seríu 2-1. Fylkismenn búin að spila vel í kvöld en ekki alveg nógu vel til þess að geta fellt Kano. Nema þeir hlaði í eitthvað rosalegt akkurat núna en akkurat þegar þeir gera það þá svara Rufflu og Solo og Blik finna þarna 3. Gabbi samt, lætur ekki sitt eftir leggja, finnur 2 og það er jafnt í liðum núna, 2-2. Solo og Nonni á móti Dunn og Gabba.
sterkir leikmenn eftir hérna, Dunn á 14-12, Gabbi á 14-13. Þetta eru fragghæstu leikmennir í fylkisliðinu, sennilega þeir sem þú vilt að séu á lífi í akkurat þessari stöðu, Tommy. Já, Dunn með þess að búin að klíra út sítisbúnið, þannig að Gabbi getur, veit bara 100% núna hvað hann að koma. Smókurinn kemur að það fyrir sætið. Ættu að vita að einn væri í lobbíinu, sprayið gott, Solo finnur allan að einn. Dunn spila reikinn, vel gert hjá Dunn. Lætur að vera erfitt að finna sig þarna þó að hann falli, spurning hvort að Solo ná þessu, jú. Já, hann ætti að ná þessu. Ekki munaði það miklu, kannski 1 sekúnda til eða frá sem að Dunn hefði þurft að hérna fela sig lengur, en þetta setur Kano í 12, Fylkir í 4. Og núna raunveruleikinn sá að Fylkir þarf að vinna 8 lotur í röð, eru hér á lélegu kaupi með lítið af stöffi og það í höndum Kano að loka þessari seríu núna og að vinna sína fyrstu seríu á vormóti ljósleiðarans. Tveir smókar í ellið að Staflisgrensa gerir lítið en smókarna fyrir glugga. Nonna þarf að mæta örlítið sprayað á við. Hann á allt inn, hann sér þá með bomb, komin inn í cave og Blikki mætti með vappan og þeir bara kollapsa algjörlega upp frá glugga. Skemmtilega gert hjá þeim. Solo með Dunn og þá Citro einn eftir með Mach 10. Þetta var bara risastórt hjá Rifflu þarna að spotta þá báða í hellinum. Solo fattar ekki að þetta var liðsfélagi sem hann var að horfa á, sýnist mér. Öll athygli núna á rampinum. Nema það sé bara meiri fíblagangur í gangi. Citro hérna horfir fylgisgrant með, leitar eftir tækifæri til að finna Solo. Hann að pæla í því hvað í óskömmurum í gangi. Það er bara... Já, það einhverjir að sjá drauga Kano megin, sýnist mér. Citro ætti að ná þarna einum hér. Já, nær Solo, grípur AK-in. Hann er ekki með bombuna hins vegar. Já, hlaða, ekki lendi í því að klára skotin eins og við gerum ansi oft í þessari seríu. En það er ekki nóg, Kano loka þessu. Og 13-4 staðan, sigra bæði möppin 13-4. Tapa hins vegar Anubis mappinu og sigla þessu 2-1 heim. Samfærandi senastu 2 möpp upp í loftinu svona þetta Anubis mapp en samt smáður bara mjög samfærandi. Já, ég ætla bara að segja, Kano voru kærulausir í Anubis. Þeir mættu beinskeyttari til leiks í Nuke og Ancient. Þeir spiluðu eins og við myndum búast við að þeir spili á móti liðinu Fylkir. Voru kannski ekki að kafa alla leið í dýfstu hotnin á strattpokarum sínum, heldur bara fóru þetta svolítið á bara gæðum einstaka leikmanna, sem eitthvað sem þeir þurfa að skipta úr þeim gír áður en þeir fara eitthvað mikið lengra í mótið. Stórt hrós myndi ég setja á Fylki fyrir að hafa mætti leiks, spila vel og ekki látið degan síga. Tóku mapp hérna í seríu sem ég held að fæstir hefði búist og spáðum mappi. Þannig að nóga lærdóm held ég fyrir þá að taka út af þessu og ef þessi roster heldur áfram saman og næra svona, þú veist, myndi ég segja, lyfta þessum nokkrum leikmönnum aðeins ofar, að þá gæti þetta alveg verið lið sem að leikur í úrvalsdeildinni hérna ári liðinu eða svo. Hver er MVP? Sko, ég verði eiginlega bara að gefa Blikka. Já. Þú veist, í þessum 2 sigurum hann var nákvæmlega eins í Ancient og hann var í Nuke fyrir utan þetta eina klikkaða 3K sem hann tekur hann í pistol. Hann var consistently á staðnum, hann var consistently að fragga, hann var að opna round, hann var að klára round, hann var að gera það sem þú býst við frá stjörnuspilarana þínum og hann gerði það bæði í Nuke og hann gerði það í Ancient. Mér fannst hann ekki gera það í Anubis eins og ég segi, mér fannst hann vera kærulaus þar. Ég set samt mínustig fyrir að vera eitthvað að flippa í official leik. Það er bara, gera það í face it, það er bara óvirðing við andstæðingin og við mótið, finnst mér. En ég verða að veita Blikk MVP-in hér. Á þeim nótum þá langar ég að spyrja eitt út af því að mér finnst það akkurat núna og
kastaði bara út. Eftir þessa framistöðu, bæði Tapia Núbis, þar sem þeir litu kærulausir út, eftir að vera algjörir flip-kissar í Ancient, eru Kano konur með skotmark á bakið eftir þessa serju? Ég held ekki, ég held að fólk sé voða lítið að spá í þessu. Ef það er eitthvað skotmarka þá er það bara sitt eigið skotmark, skilur, að þeir geti skotið sjálfan sig í fótinn eða detta meira í þennan gír. Ef þú gerir þetta á móti röngu liði, þú veist, það er lotað, síðasta lotan í fyrra hálfleik, það sem hún getur sett í 10-2, þeir tapa henni og ég held að vopnburðurinn hafi verið stór partur af því, þó að Ruflu hafi náð tveimur með negaunum eitthvað, það er enginn að segja mér að, þú veist, þeir tveir taka A-sætin, gangi ekki betur, þeir eru báðir með AKA. Þannig að, þú veist, ég held að það sé það hættulegasta við þá. Ef þú kemst upp með þetta einu sinni, þá kannski kemst upp með þetta einhvern veginn aftur. En á móti sterkara liði, sem hún lendir allt í einu bara í einhverju lockouti eftir eitthvað svona ránd, þá myndi ekki fyrirgefa þetta. Síðan á þriðjudaginn þá leysir þú mig af. Já. Það verður skemmtilegt. Já, það verður skrítið. Ég ætla að horfa á þetta. Ég er skítræddur, sko. Nei. Jú, það vantar eitt góðan Tomma hérna í setti. Já. En ég fæ gott fólk með mér. Já, þú færð leynigest með þér. Leynigest, það verður mjög skemmtilegt að fylgjast með því. Hins vegar þá sigla Kano heim með einum góðum sigri til að byrja sitt mót. Fylkir þurfa að fara af teikniborðinu aftur og sjá hvort það geti púsla saman einum sigri eða svo. Litu sterkir út hingað til, en þangað til á þriðjudaginn næsta þá kveðjum við hér í kvöld. Takk kærlega fyrir áhorfið og sjáumst að sinni.